Gott kvöld, góður áhorfendur og verið velkomnir í þetta stream af 8. keppni Tier 1 mótaröðarinnar í GTS Iceland. Daniel Rúnar Jónasson heiti ég og með mér er hann Ingi Þór Tryggvason. Ingi, blessaður. Nei, hann virðist ekki vera með mér. Hann mögulega hefur hann skroppið og fengið sér kaffi eða eitthvað svo leiðis, en já, ég bara bladra að minna með ykkur þangað til að hann kemur. Mættur á staðinn. Komum með kaffi tilbúin í slaginn. Þetta er eins og ég segi, Ingi Þór Tryggvason sem var að kynna rétt á hann. Þú blessaður. Góða kvöldið. Hvað varst að segja, vinnur? Var ég að missa einhverju? Herðu, nei, ég var bara að bjóða fólk velkomið í útsendinguna og já, varum ekki komið lengra en það. Já, velkomin til Frakklands á hérna sögufrægu braut Circuit de la Sarthe. Er það ekki rétt bórið fram með það? Já, nú veit ég tala ekki frönsku. En kannski betur þetta bara sem Le Mans, eða Le Mans. Já, Le Mans. Það er það sem allir þessir professional streamerar segja þegar þeir eru að tala um þessa braut. Hér er hver einasti brautastarfsmaður með rauðvín og baguette í sínu farteski og camembert. En ekki hvað, sko. Þetta verður spennandi, gaman að sjá keppni á Le Mans í grúp 1 sem er aðalflokkurinn á Le Mans og hér eru allir á sama bílum, basically. Já, þetta er bara í rauninni one-make keppni. Nátt fyrir að það sé alveg ótal mikið af LMP1 bílum í boði og þá er, já, virðist öllum hér í Tier 1 finnast Toyotan langbest. Hún er það sem sagt væntanlega í 2 tíma keppni þar sem að allir hinni bílarnir þurfa að pitta svo miklu oftar. Já, bensíneyðsla skiptir miklu máli í þessari keppni því að pitstop tekur vissulega töluverðan tíma. Þannig að hér verður reynt að forðast pitstop eins og heitan eldinn og keyra eins lengi og hægt er, þannig að Toyotan er svona að sanna sig svolítið í þeim málum. Það er alveg fleiri hraðibílar, það er ekki vandamáli, sko. Það er eiginlega bara spurning bensíneyðsluna, sko, þegar kemur að þessari keppni í þetta skiptið. Það er nefnilega málið, það eru mjög margir bílar hérna sem að ná alveg töluvert meiri endarhraða á beinu köflunum en þeir eru allt á hægara stað út því að þeir eru ekki með svona hybrid rafmagnsmótora sem að toga framhjólinn áfram eins og þessar Toyotar eru með og þurfa í leiðinni líka að fara oftar í pit vegna meiri bensíneyðslu, þannig að Já, þetta sást kannski best í gær þegar ég var að berjast í Tarra annarsætið í GT-flokknum að það eru vissi partar af brautinni þar sem að hann var hraðari og vann á mig og svo aðri partar þar sem að ég vann á hann og þú veist, eins auðvelt þá var fyrir hann að taka fram úr mér á beinum kafla að þá var jafnlega auðvelt fyrir mig að taka fram úr hann út úr hverju beygju, þannig að pros and cons. Peugeot til dæmis, Peugeot er mjög skemmtilegur á þessari braut, hann er svona naturally aspirated motor eða ekki neina svona battery pack en það er gríðarleg mendur það og höndlar en bensíneyðslan hún bara býður ekki upp á 2 tíma aksturina og þá við alveg nokkra bíla, sko. Annars er Porschen alveg svona, má alveg deila Porschen og Toyota, hann er alveg mjög svipaður myndi ég segja, eyðir kannski aðeins meira en ég geta láta að næja, sko. Harry og Dimmy gáttu keyrt möstuna í gær á 2 pitstopum. Það hlýtur að vera hægt að gera það á fleiri bílum. Já, nákvæmlega. En við erum reyndar að keyra aðeins lengur í kvöld, þannig að já. Þetta verður gaman, en eins og staðan er Ásgeir fremstur manna hér í tímatökum. Gaman að sjá hann hérna uppi. Já, það er að vísa Ingi búinn að setja tímatökuhring, hann verður svo fyrsti til að klára að setja tímatökuhring. Já, alveg rétt. Ég var ekki eins og bara aðtrykk við því, sko. Hann sem sagt byrjaði á medium dekkinum og er þar alveg komin beint inn í fyrsta tímatökuhringi sinna meðan að það eru nokkri sem að byrjuðu á hard og fóru inn í pit fyrir medium. Akkurat. Þegar það eru allir basically áklapp. Þetta er svo langur hringur, við erum hvað, 22-23 ár að keyra hringinn þegar hröðastu. Það verður gaman að sjá hvort það komist í 321 í Tier 1.
eins og dimma tókst í gærkvöldi. Fór dimmi í 21. Vel Já, gert. 3:21:8. Ég var bara að horfa á því í baksýnisspeglinum og var ekkert að Já. fylgja sem tímanum. Þú verður að vera með tímana á hreinu, þú ert að fara að gefa verðlaun fyrir hraðasta hring, þannig að... Já, alveg rétt. Gátt að minnst að það mitt stöf gaf mitt verðlaun fyrir hraðasta hring í Tier 3 og Tier 2 í gær og einnig verður gert það sama hér í kvöld. Því að Hafið sem er búin að vera lengi sponsor á hraðasta hringnum hefur greið sér í hlé sem er styrktaraðili og mitt stöf sem er nýtt íslenskt vörumerki komið inn í staðinn og veitir verðlaun hér í dag. Þannig að endilega þið sem eru forvitinn farið á mittstuff.is mittstuff og tjekkið á þessu. Endilega, þetta er mjög áhugaverð vara. En já, ég ætla hérna að fara eins í gegnum spjallið. Við sjáum hérna að Andy Reiner is back to the stream. Welcome from the UK. Welcome, How is Andy. it going? You still chopping on those biscuits and drinking that tea? Svo erum við með hérna Agnar Freyr líka, hann segir góða kvöldið og Go Team Supernova. En við skulum kíkja hans hérna á Team Supernova, það er skólið fram í Hannesi. Hannes er hérna annar helmingur Team Supernova og svo sjáum við hérna hana Evu sem er hinn helmingur með Team Supernova og þau hafa verið mjög sigurstranglega hérna í þessari Tier 1 keppni hingað til. Já, Davíð Rúnar hefur náð að veita samkeppni og vann eins og við munum á, hvað var það? Suzuka? Nei, það voru alveg dáttur mér. Man eins og við munum. Svo man ég það ekki, en hann var á hana, vann keppni. Það er ekki alveg örugglega að fara með rétt mála. Jú, ég man ekki hvað keppni var. Ég er ekkert með skára Fyrirgefið það, fyrirgefið það. Þetta eru komna nokkra keppnir, þannig að þetta er ekki allt í fersku minni. En þetta er svona verið svolítið mikið slagur á milli Hannesar og Evu og svo hafa fleiri náða að blanda sér í það og ég er mjög spenntur að sjá því að nú hefur mikið verið rætt upp setup og ýmislegt og bílaval en það er svolítið núllast upp eða út í þessari keppni þar sem allir koma inn með reyna skjöld og eru á sama bílum þannig að hugsanlega erum við að fara að sjá einhver ný andlit poppa upp í baráttunni sem að það var kannski átt í ströggli með Group 3 bílinn en eru kannski í annarri stöðu þegar kemur á þennan. Hvað heldur þú, Daniel? Já, ég veit eiginlega ekki hvað maður á að halda með þetta sko. Þetta er eins og ég segir, þá eru núna allir á sama bílum og þetta er ekki bíl sem þau eru búin að vera að æfa eins stíft eins og þau eru búin að vera með Group 3 bílinn. Það sem að margir keppendur hérna eru búin að vera á sama bílnum í heilt tímabil og jafnvel meira og keyra nánast ekki neitt annað þannig að það færst alveg gríðarleg kunnátta á þann bíl og við getum náttúrulega, náð töluverðum árangri en núna erum við á bílum sem að það á ekki við þannig að það verður mjög spennandi að sjá hvað gerist þetta Já, Hannes kom með hraðasta hring 3.23, 5.60 Guffi var að setja fjólubláan Skeiri 3.24, 1.32, það er líka meira sem bara mjög góður tími sko. Já, Skeiri er hérna búinn að vera að keyra vel eftir ég hendi setupinn á hann. Já, svoleiðis. Já, hérna í spjallinu þá er hann Tari Jones kominn, hann vann keppnina í gærkvöldi og óskum til hamingju það. Hann segir kvöldistrákar, takk fyrir T2 tímabilið, takk sömuleiðis. Sömuleiðis. Hann er með spá í leiðinni, það er fyrsta sæti Eva, annað sæti Hannes og þriðja sæti Diego. Já, Valdimar segir það er rétt að hann vann á Suzuka, hann Davíð. Já, nákvæmlega. Þannig að maður er ekki alveg slæmur í minninu og raun ber vinnu oft. Nei, þetta er allt að renna saman hérna og
Andy Rayner setur peningana sína á Team Supernova. Já, það væri flott ef við værum með hérna BT Sports, nei hvað heitir það hérna veðbankadæmi hérna sem að poppar alltaf upp þegar maður strímar rólulega ef maður getur fyrir að veðja á keppendum. Já, segðu. Ef við díla við lengjuna. En Díla við íslenska getrunir, fá þetta inn í hérna 1x2 tippið. eitt athyglisvert. En Hannes, Skeiri er búinn að setja ennþá betri hring, 3:23.611. Og Kári að besta tíman. Já, 3:21.414. Nice. Þetta er þvílíkur tími sem að Kári var að setja. En eitt sem ég tók eftir og mig langaði til að benda á líka er að Hannes var að fara inn í pit eftir þriðja hringi á sér. Hann tekur eftir því að á öðrum hring þá setti hann besta tíma áðan sem var 3:23.560 og þá var hann á harddekkinu. Þannig að hann var að skipta yfir á medium dekki núna. Hann var bara rétt að hitta sig upp basically. Já, og Guffi er kominn með 3:22.640 og er kominn í annað sæti í tímatökunum. Já, þetta er eins og mig grunaði, sko, við gætum séð hérna góða ökumenn sem hafa verið kannski pínu ströggli í setupinu á öðrum bílum. Þetta er svolítið núnstillum fyrir þá, koma til svolítið að sama borðinu núna, þannig að þetta er svona eins og B.O.P. á hérna bílavalið. Já, nákvæmlega. Minnir eins og að þú hefði minnst eitthvað á þetta líka í seinustu keppni þegar þú hélst að það væri hérna. Já, alveg rétt. Það er minni klikkaði. Og ég var komin í framtíðina. Það var gaman að ég varð að minna það á þetta eins og það er augljóst að þú ert ekki farin að taka neinar æfingar eða leggja neina áherslu á næstu keppni eftir mánuð í TR2M-ur. Nei, ég er ekki eins og búinn að tjekka hvað braut er næst, sko. Nei, veistu það er bara sama hér, ég bara er ekki klárað. Við getum nú alveg tjekka á þessum heimildum og sé hvað gerist eftir áramót. En þá komu nýjir ökumenn upp úr TR3 í T2 og einhverjir ökumenn koma til með að fara úr T2 í T1. Þannig hafa það hræringar og 2 ný tímabil og meðan að tímabili stóra heldur áfram í T1. Já, og svo náttúrulega eru þau tíðindi núna að Autocenter liðið er hætt í TR1 og mun ekki verið með þessari keppni og það mun líka þýða það að það verða 3 pláss laus í TR1 eftir áramót. En það mun skýrast vonandi mjög fljótlega á næstu viku hvað því þýðir, hverjir fara yfir eða hvort einhverju fara yfir eða hvað gerist. Ragnar Þór kominn í spjallið hérna og segir að Saint Croix 2 er næst. Akkurat, Saint Croix B, basically. Já. Grúp 3, 2003. Það er skemmtileg braut. Við kepptum á henni í sumar minnum mig á Superformúlu. Það er 12. janúar. Þetta er síðasta keppnin á þessu tímabili, eða sem sagt á þessu ári. Kári situr efstur manna. Davíð Rúnar er komin í annarsætið og Guffi þriðji. Þetta er skemmtilegt að sjá nýja uppröðun hérna og sjá hvað þetta endist. En það eru 5,5 mínútur eftir af tímatöku. Það er Guffi í pit og nær í fresh dekk. Hann ætlar greinilega að taka annan tímatökuhring með minna bensín og gott grip. En hann hefur einmitt 3,5 mínútur cirka til þess að klára þennan hring og síðan verður næsti hringur eftir þennan sem hann eftir að kemur úr pittunni, það verður senst hringurinn. Sjá hans hvað Hannes er að gera. Við veitum síðan að Jón Ægir og
séu báðir tímalausir ennþá. Þeir bara búin að keyra útringi og þurfa að koma aftur inn. Skjálfum hjá mér þá ekki tími skráðar á þá. Eva skráð 9. og síðan Jón Ægir og Rabbúhans eða Þorsteinn og þeir ekki skráðar í tíma ennþá. Já, það sama hjá mér og þetta er líka allt mjög langir tímar og sjáum við líka Jón Ægir til dæmis á mjög góðum dekkjum. Sama með Þorsteinn, þannig að þeir eru væntanlega nýlega komnir í pit en þeir eru ekki á átla, þannig að þeir eru á tímatökuhring núna. Það var dýrkeypt að gera mistök og búin að eyða 6 mínútum í átlapp og hringinn og svo kannski keyrur og skemmi bílinn og það byrja upp á nýtt. Já, eða fær sekt og það er nú mjög auðvelt að fá sekt á þessari braut á þessum bílum. Þú sleppur ef maður ekki með meir en 1 sekúndu þú kemur inn á hraðakaflan. Þú getur nátt því að þér en eftir það það að fara að vera mjög erfitt. Já, nákvæmlega. Það er allt opið ennþá. Við sjáum að Kári var að bæta tíma sinn ennþá meira og komst á aftur yfir Davíð Rúnar sem var búinn að ná yfir Kára. Nei, ég er að rugla. Hann var ekki búinn að ná yfir Kára. Hann er ennþá á öðru sæti. Hann var alltaf á öðru sæti. Það er rosa lítill munur þarna. Það er ekki nema 0,084. Já. Það er ekki neitt. Það er bara ekki neitt, sko. Síðan er rúm sekúnda í Guffa í 3. og tæp sekúnda í Hannes í 4. Ég á nú vonaði að við eigum eftir að sjá bætingu hjá Hannes. Og kemur ekki óvart að Eva myndir að setja aðeins hraðari hring. Hún er nú á hringu núna sem er að bæta sig 4 sekúndur, þannig að Það er að bæta sig með 1,4. Var að koma inn á seinasta sektorinn. Fylgist með honum aðeins hérna. Þegar að líða að lokum var 2,5 mínúta eftir og eftir það fá allar að klára hringi sinn, þannig að þess að tala 5 mínútur. Hannes fer í 3. en hann er 0,4 á eftir Davíð Rúnar. Eva er að Jón Ægir gerir þetta. Hann fer upp í 5. Eva er líka hérna að klára hring. Sjáum hvort að hún poppi upp listan aðeins. Hún er að bæta sig. Í 4. Í 4. Vel gert. Vel gert. Þetta átti að vera spennandi keppni. Ég er bara að finna það á mér, sko. Já, ég er mjög spenntur fyrir þessari keppni, sko. Þá var hann Þorsteinn að setja tíma á sig. Hvert fór hann? Hann fór upp í 7. Það var að vera Davíð fram úr. Kári hann er ekki nema 0,029 á undan Davíð Rúnar sem er í öðru sæti. Það munar nánast engu á milli þeirra. Þeir að fylgjast með Jón Ægi þegar að elta hann Jón Valdimars uppi með slipstream á beinu köflunum og að bæta sinn tíma allavega 0,4 með við seinasta sektor. Tímaörkjan í gangi hjá Bíkó. Það getur verið eitthvað svo leiðis. Sjáum hérna, hann er að bæta sig og er í drafti. Nei. Það er báður að flýta sér. Þetta er bara full on race hérna í tímatökum á milli liðsfélaga. Andy Reiner has plenty of tea and biscuits
and hopes that we have plenty of skyr and matarkex with 2 hours of talking. Or yeah, we have plenty of that stuff actually. Brennivín en hangikjöt. Yes, exactly. It's almost Christmas, so we bring out the good stuff. Sjáum hérna að Jóna var að bæta sinn eigin tíma þarna með seinasta sektor 0,7. Jón Valdimars er fyrir fornumist að sjá hvort hann sé að bæta sig eitthvað. Hann virtist að farið svolítið þarna út fyrir. Nei, hann er ekkert að bæta. Það er ekki gott. Hann er þá í seinasta sæti miðað við, miðað að hann næri ekki að bæta sig núna og allir vinir eru nú þegar komin með betri tíma. Jóna er að koma hingað, það er að klára hringinn, sjá hvernig hann er að bæta sig. Já, hann hoppar upp fyrir Bubba. Vel gert. Þá er þetta svona... Nei, Eva stekkur upp í fyrsta sæti. Já! Vel gert. Á seinustu sekundunum bara. Vel gert. Já, 0,3 á undan Kára. Það er mjög jafnt hérna á fyrstu 4 sætunum. Hún er ekki nema 53 sekundubrotum frá því að vera komin niður í 3:20. Vá. Það er svakalegur tími, sko. Henni tókst líka að klára rúmlega hálfan tank á þessum 20 mínútum sem að tímatakan var. Nú er líka spurning, sko, hvernig menn keppendur tækla hérna dekkjaval. Það eru flest allir held ég að fara að klára tankinn á medium alveg eins og þau gera á hörðum, þannig að spurningum hvenær þú vilt sækja. Viltu skapa þér forskot á fyrsta stinti eða viltu eiga inni fyrir síðasta? Þú byrjaðir á hörðum í gær, eða ekki? Ég byrjaði á hörðum í gær, jú. Ég byrjaði á hörðum og ég veit ekki alveg hvað er í gangi hérna. Þetta er eitthvað rosalega skrítið. Það er eins og allir sem er búin með tímatöku en samt er þetta ekki að klárast. Það er kannski einhver í bit sem að... Ég er nefnilega að horfa á hérna Diego. En það sem finnst athyglisvert er að ég sé ekki Diego í keppandalistunum og þegar ég er á Diego hérna þá kemur að hann sé í position 11 af 10. Ég sé hann ekki heldur. Ég sé hann ekki í keppandalistum en ég sé hann á brautinni. Þetta er eitthvað skrítið, ég hef aldrei séð þetta gerast áður. Þetta er eitthvað get his portal lobby malfunction, en hann er á brautinni þótt hann sé ekki í keppandalistanum en þetta er ekki eðlilegt, allir bílunum sé að rúnta bara hérna endalaust. Nei, út af því að sko bíllinn hans var að keyra töluvert hraðar en allir hinir bílarnir rétt á hann. Ætli einhver sé á bara autopilot og loka hring eða? Nei. Við erum núna fór hann inn í pit. Þetta var skrítið. Ég veit ekki hvað var að gerast þarna. Jæja, láta þetta ekki stoppa gleðina, það er komið að þessu. 2 tíma pólakstur, síðasta umferðin á árinu og 8. umferð fyrirgefiði í Tier 1 sem við erum að horfa hér á Circuit de la Sarthe með chicane, auðvitað, eina leiðin. En það er hún Eva María sem að startar á pól. Kári er annar, Davíð Rúnar 3., Hannes 4. og Jón Ægir er í 5. sæti. Jæja, sjáum hvernig þetta fyrir okkur. Let's go racing, eins og maður segir. Það er cancel entry, það er restart á þetta, þetta er eitthvað bil á lobby. Ok. Það er ekki let's go racing. Nei, ég tók eftir því það voru bara 8 keppendur á braut. Jáhá. Eitthvað hefur bilað hérna.
Við bara hellum aftur í kaffibollan og sem heldur ekki yfir sjálf okkur og Já, þess að taka Lökum aðeins á. YouTube-chatið af. Já, Gulli datt út. ok. Það má ekki. Og hann Bara ætlar ofan er. að raða á grid manually hann Guffi, þannig að Diego, það hefur verið eitthvað vesen í honum sé að hann er að fara út og koma inn aftur líka, þannig að Já. það er eitthvað klikkað þarna. Já, tæknin er eitthvað að stríða okkur eins og einhver sagði árið. Það kemur fyrir. Síðan hafið þið áhörundur augu opin fyrir ökumanni dagsins sem að er nú ekkert stressað á kjörtunætti strax en eftir svona 1,5 tíma fyrir við að setja þá umræðu í loftið þannig að fylgist þið með hverjir eru búin að vera að eiga gott reis, hvað eru störtuð og hvað þeir eru að gera í reisinu. Það gæti allt eins fyrir 9. sæti sem að hlýtur driver of the day. Já, nákvæmlega. Já, Jæja. Diego náði hring og það fór. Já. Besta. Við bara býðum hérna í róleitum á meðan að hann Guffi endur raðar þessu upp og sumir eru komnir á braut hérna hér aftur og halda sér heitum. En við getum kannski skúpað aðeins hvað er að fara að gerast því núna ef við rennum yfir keppendalistan þá kannski sjáum við á hvaða dekkjum þið eru. Guffi ætlar að starta á hörðum og Skeiri á medium og hann Ásgeir og Ævar Valur Diego, þau reyna alltaf að starta á medium. Eva er á hörðum, Davíð er á hörðum, Gunnlaugur er á hörðum og Guffi er á hörðum, já. Þannig að það eru einungis Karvel bræður sínum mér sem ætla að starta á medium. Ævar Valur og Ásgeir. Restinn er á glerhörðum tútum. Já, eins og við vorum að tala um þegar ég var að tala um hvaða dekkjum ég byrjaði á, en ég ákvað í gær að byrja á mjög útpælt stratt hjá mér, sko. Það var að byrja á hörðum, klára tankinn, taka síðan halvan tank á medium og ná þá hröðu stinti á medium út því ég vissi að medium dekkin duga í rauninni bara halvan tank. Svo cirka. Ég get kert heilan tank á medium. Já, þú getur gert það, mér fannst ég bara að vera komið niður í svipaða tíma og á hardekjunum til ég var komið niður í hálfa tank. Alright. Taka 2 segir Guffi, gerum aðra til raun. Nú gerist þetta, vonandi. Annars segjum við bara eins og frakkanir, merkt. Já, nákvæmlega. Jæja, vonum að allir séu vel tengdir og lobbyið sé ekki minnir að drauga að styrja okkur. Minnst þú kosti allir inni á listanum að svo stöddu. Já, þetta lofar góðu. Það er ekkert víst að þetta krigi. Jæja, nú vex spennan, hækki í græjunum, spennið ólar. Það er komið tími til að fara í kappaksturs. Allir bílar komnir á stað og keppnin er byrjuð. Sjáum strax bara forskoti sem Eva og Kári ná bara út af því að þau byrja eftir síkeinið þarna í lokin, en það sem heitir rolling starta, þá var allir hinnir að byrja í miðri beygju eða þá á undan beygjunum. Já, ég startaði þriðji í gær og það gerir raunveru muninn að ég er í miðri síðustu hægri beygjunni þegar að allt er í gang og það þýðir að ég get ekki verið á yngjöfuna strax, alveg eins og allir fyrir aftan mig
á meðan að þau sem eru fyrir fram að mig fyrst og annarsætið geta bara verið beint á yngjufina og það er akkurat þetta forskot. Þetta er alveg sekúnda sem að þú færði í raun og veru fyrstu 2 sætin bara að gjöf. Já, það er þannig. Kári fylgir ef á eftir og rétt fyrir utan draftið. Það eru 1,5 sekúnda í Davíð Rúnar en fast á hæla hans er Hannes og það er á eftir koma Jón Ægir og Guffi. Síðan er það Skeirið, Þorsteinn, Ævar, Val Diego, Jón Valdimars og Gunnlaugur Elta. Þannig að staðan er gott sem óbreytt sem mér frá því að við slökkum. Engin læti til að byrja með. Það er ágætt, þetta eru 2 tímar, þú vinnur klárlega ekki á fyrsta ring þegar það er 2 tíma keppni. Jón Ægir og Guffi hérna í smá baráttu. Já, Guffi kominn í draftið, gætum séð tilraun. Guffi er þolinmóður ökumaður, en nú ekki að taka skyndiákvarðanir nema kannski á síðasta ring. Það er líka má. Sjáum við hérna, þetta er góður kapitúlur í drafti. Gæti náð að slunga sér fram úr honum áður en er komin í næstu beygju. Sjáum hvort að Hann er að leita að færinu, kíkjum henni í... algjörlega komið fram úr. Já, Já, ok. vel gert. Ég ætla að setja replay á þetta. Do it, instant replay. Á Guffa. Og meðan fylgist ég með Jón Ægi sem hangir í skottinu á honum. Flott hjá Guffa, komin upp í 5. sæti. En það er slagur á toppnum líka. Já, Kári er bara kominn í pressustöðu. Vel gert, Ásinn er mættur. Þannig að sjá Kára hérna meira og meira í sætum sem að við búumst við að sjá hann í. Já, hann er nú ekki þrefaldur Íslandsmeistari að ástæðulausu í Gran Turismo Sport. Hér er hann að elta Evu sem að er búinn að vera eiga alveg frábæra keppnir á þessu tímabili. Davíð Rúnar er alls ekki langt undan. Nei, Davíð Rúnar er að ná að minnka bilið á milli þeirra. Hann keyrir mitt hérna fyrir Toyota Gazoo Iceland. Toyota Gazoo Racing Iceland. Kári hefur aðeins misst hann yfir frá sér, hann náði ekki að halda í tölsöginu frá henni inn á beinagafla. En virðist vera að ná samt annarkvæmt betra exiti eða bara meiri endarhraða. Já. Þetta er sem sem er. Já, vá, hann er að fara upp í 340 á Toyotinni. Það er kannski ekki óvart en ég veit lendamálið að baka það. Já. Þetta er flottur rastur, mjög gaman að sjá Kára hér í baráttu. Hann er rétt fyrir aftan Kjölshöfuð, hann þarf að vera 0,75, ég ekki nákvæmlega með töluna, þú leiðréttir með að vera með hana, en það er 0,7 eitthvað sem þú þarf að vera fyrir aftan næsta ökumann til þess að geta fara að njóta þess að vera í Kjölshöfuð. Já, ég held að þessi rétt var þessi 0,75 sko. Hann er í Kjölshöfuð núna, þannig að eins og við sjáum, hann nálgast hratt og með meiri endarhraða, þá fer lengri sem kaflinn er því að það er þægilegra fyrir hann. Upptakan er mjög svipuð á þeim en hann siglir fram úr þegar þau eru komin í Já, hann er að miklu betra exiti sko. Já, þetta gerist núna, hann er að fara bara fram úr henni. Þetta er langur kafli og hann er í Kjölshöfðinu en hann geti jafnvel svaraði við Jón Eva með því að detta bara strax í Kjölshöfði tilbaka sko.
Hún ætlar ekkert að gefa eftir. Maður, sérðu? Kíkjum inn til hennar. Geggjað. Kári komin í sæti og Eva skvættar inn á. Vel gert. Smá snertingar í gangi, en allt í gúti. Þeir eru verið að skiptast á hérna að gera atlögu. Á meðan nálgast Davíð og aðrir keppendur hugsanlega, allavega Davíð. Hann er ekki nema rétt sekundur aftur þau. Sjáum hérna, þetta er erfiður kapli til að fara fram úr á. Við komin í mjög hraða beygjur og ef þú ert ekki komin fram úr þá eiginlega bara getur ekkert verið að reyna fyrir utanverði. Það er bara allt mikið lág á þetta. Eva fór hérna aðeins utan í vegginn. Hann er bara komin í skottið á þeim hann Davíð, þannig að þetta er orðið 3 bíla barátta fyrsta sætið. Það er press á henni Evu núna. En hún hefur nú oft sýnt það að það er eitthvað sem hefur ekki verið að ángra mikið. Hún keyrir rosalega snuðugt og hérna höndla pressu mjög vel á brautinni. Og ennþá betri í að setja pressu á aðra. Kíkjum aðeins inn í bílinn hjá Davíð Rúnar, sjá hvort að hann sé að fara að gera eitthvað atlögu að Kára hérna. Góðan þetta eitt í þessu, ef þau eru öll að keyra mjög svipað, þá gæti hugsanlega einhver ökumaður ákveðið að vera frekar í öðru sæti og spara bensín og keyra léttar. Já. Staðinn fyrir að eyða tímanum í baráttu, láta í raun og veru ökumann borga svolítið fyrir að vera í fyrsta sæti og bíða með að sækja. Það gæti líka verið taktík. Davíð er einmitt í rosalega góðri stöðu til að gera eitthvað svoleiðis þegar hann er fyrir aftan Toyota sem hann næri upp í 240. Sem er töluvert meiri hraði heldur en ég var að ná á þessum beinakaflanum í gær. Þetta 235 hafa verið að hæsta sem ég sá. En það sérðu það að Davíð er ekkert að ná honum Kára þó hann sem er draftið. Ég skal segja það leyndarmáli eftir útsendinguna, ef þú býður fallega. Já, ég býð mér fallega eftir útsendinguna. Eva er búin að ná að slíta sig alveg klárlega langt í burtu núna. Já, það sem gerist náttúrulega leið og Kári er komið með Davíð í bossan á sér, þá þarf hann að fara að verjast og þá er í raun og veru að verja, þú getur aldrei keyrt jafn hratt, þú ert að verjast og þú ert að sækja. Það er bara þannig. Það er nákvæmlega þannig. Maður þarf að fórna akstursslínum og fylgjast með sem að dreifir afturlínni og oft þarf maður að taka þrengri akstursslínur af því að maður er að taka innri línu til að verja. Þannig að þetta getur oft orðið til þess að þegar maður er að sækja fyrsta sætið, ef að sú barátta er til þess að þriðja sætið nær manni, þá getur þriðja sætið orðið til þess að annað sætið gefur fyrsta sætinu pásu en svona er kappakstuр. Þetta er fegurinn í söllu líka. Þetta er mikið tafl og pælingar. Já, en svo erum við bara komin að þennan kafla þar sem hann er bara farin að minnka bílið aftur. Hann er bara alveg að vera komin í kjölsói. Það er að keyra vel hann Kári, það sést og hérna það er nægur tími þannig að frekar hann að pressa of mikið til að byrja með að reyna að detta bara á steady keyrslu og gera engin mistök. Þetta er marathon. Þetta er ekki daily race B. Það er búið að vera svo mikið að gerast í þessu reysi að mér líður eins og að segja hálft reysi búið en það er bara 10 mínútur búnar. Já, við erum bara í 3. Já, maður tímir eiginlega ekkert að yfirgefa þessi fyrstu sæti sko, fyrirgefið í aðri keppendur en þetta er mjög jafnt hérna og spennandi en þú bara Það er aðeins að auka spilið á milli þeirra hérna. Það er hörnum bara 5. sæti hérna sem er Ásgeir og Skeiri hérna rétt fyrir aftan Hannes. Sagðirðu Ásgeir og Skeiri? Nei, fyrirgefið Ásgeir og Guffi. Það er þetta franska rauðínska það er að fara svo tími. Það er eitthvað maður. Jájá, Skeiri var að setja hraðasta hring. Vel gert. Ásgeir er í góðum almenna. Alveg í skottinn á Guffa.
Það ég sýnist kíkja mér inn í vera- bílinn til hans Ásgeirs. Eða er ég að kíkja inn í bílinn til Skeira? Það er stór spurningin. Fylgstu með þessu, ég ætla að horfa á topp 3 á meðan til þess að láta þið vita ef að við þurfum að hoppa þangað. Endilega. Það er svolítið vítt hérna inn á beinakaflan. Nælir í 2 sekúndna penalty fyrir það. Það er sama sagan, hann bara hefur ekki endarhraðan fyrir göf. Ef það var ekki niður framrakstri þá eru Davíð Rúnar og Kári mjög nála hverjum öðrum og Davíð Rúnar er að setja fjólubláan tíma og er í Kjölsaugi á beinu gamla, þannig að það er kannski verðt að tjekka á því. Davíð Rúnar hérna. Ég held að Skeiri sé nú samt að fara að taka fram úr Guffa, sko. Haltu því áfram í háiði ef þetta Hann er er bara, ekki það er 0,06 á milli þeirra, sko. Og hann dýfur hérna innri og já, byrju, nei. Nei, hann náði ekki alveg að Guffi fer svolítið vítt þarna. Davíð er nú 3 fyrir aftan Kára á hraðasta hring so far. Skeiri reynir innri línuna hérna. Nei, hann hefur ekki endarhraða. Guffi er með meiri endarhraða heldur en Skeiri ekki hérna. Þeir eru sem báðir að ná Hannesi, sko. Já, ég ætla að kíkja á Davíð Rúnar hérna, sjá hvort það sé eitthvað að gerast hérna á toppnum, í toppbaráttunni. Hann var aðeins stýttu frá honum, en á móti kemur þá var hann var eiginlega að segja að Kári hafi verið að nálgast Evu bara í staðinn því að hann er orðinn vægir fyrir aftan. Við erum að fara að horfa framuröstur hérna bara eftir smá stund. Nei, ekki alveg. Ég held að það væri smá eftir meira af þessum kafla, en pressan er á hann. Þau eru öll að bæta tímana hérna, ég held að séu meira og minna öll á fjólubláum hring. En hraðasti hringur eins og staðan er núna þá er það Ævar Valur Diego með 3.23. Já, Skeiri og Diego eru báður á mediumdekkinu núna. Já, alveg rétt. Eins og staðan er þá er hann handhafi mitt stöfn kortaverskísins, en það gæti nú breyst að nógu eftir. Það er nefnilega nóg eftir og allir hinnir eiga mediumdekkin eftir á mögulega eftir í bílum. Algjörlega. Við verðum bara að lefa honum að njóta þessa meðan það stendur. Jú. Skeiri mitt er að ná beginum alveg töluvert hraðar þar sem hann er á mediumdekkum. Guffi er bara að verjast alveg eins og meistarið. Já, og þau eru bara búin að ná Hannesi. Já. Skeiri er að pressa svo mikið á Guffa að Guffi bara, hann er bara komið með eitthvað gír, sko. Guffi er núna í hörku formi hér kvöld. Já. Sama má segja með hann Ásgeir. Hannes er náttúrulega alltaf yfir hörku formi. Hvernig er staðan á toppnum? Er eitthvað slagur þar eða? Eins og staðan er bara cirka sekund á milli þeirra allra, þannig að það er ekkert til að hafa áhyggjur af. Já, því að fylgjast með þennan Skeira og Guffa áfram. Þetta er svakalega slagur hérna á milli, sko. Skeiri, hann er alltaf alveg að ná Guffa, en hann hefur ekki hraðan á beinaköflunum, þó hann sé í draftinu. Já, það er áhugavert. Ætti að geta verið í 239 til 40 í lok þessa kafla. Ef hann hafi gert einhverja breytingar og sett þetta fyrir að fá... Nei, hérna fer hann vítt maður. Var hann í draftinu? Ásgeir minn! Þetta er ekki gott að lendi þessu á medium stindinu. Ég ætti að kannast við að ég lendi í þessu nokkulega, kannski ekki þarna, en ég lendi í spinni mitt á medium stindinu mínu í gær. Það var mjög sækjandi. Hann fær hérna bara Jón Ægir í skottið í staðinn. Það er lítið bil á milli Kára og Davíðs Rúnar núna og Davíð Rúnar er í hörku drafti. Þannig að baráttan er hafin á ný. Það kemur barátta í tóðra hringi, svo slakast hún aðeins og svo kemur hún aftur. Það var mjög lítið stöðubreytingar miðað við alla baráttuna sem búin að vera í gangi. Já, algjörlega. Kári er á fjólubláum tíma.
bæta 0,3 hraðasta tíman. Skulum sjá hvað það endist. Davíð Rúnar gæti verið að gera það sama. Hann náttúrulega í skottinu á honum og í kjölshaug í þokkabót, þannig að en við mögum alveg búast við að sjá oft bætingu á hraðasta hring því að náttúrulega að vera léttari bílarnir og dekkin ennþá í góðu formi. Já. Já, það sko Kári komin hálfa sekúndu upp á hraðasta hring og þeir eru að nálgast Evu. Þetta alveg kolkvæmt að horfa á það. Þetta bara eins og pingpong hérna, sko. Jón Ægir að fara fram úr honum Ásgeiri. Já, hann komið fram á honum. Já. Tjekka þarna í stutt replay þar því að ná ekki. Já, þeir bara inn í línuna þarna. Já. Framúrastur og ná honum aftur að tókst ekki. Hvað var þetta? Þetta var hann Ásgeir. Ætlaði að ná honum aftur. Sýnist Ásgeir vera yfirkeyra pínu í augnablikinu. Hann þarf bara að taka djúpt andan á næsta beinakafla, þrisvar sinnum, slaka aðeins á því að það er stórhættulegt að yfirkeyra á þessari braut. Róbert vill fá leyndarmálið í beina útsendingu. Það er þessi enginn að hlusta. Það væri nú það. Blasta þessu bara inn í beina varla. Já, það er enginn að vera að breyta bílum úr þessu. Það er enginn að vera nákvæmlega. Bara næsta sísón og það er allir að gera þessu. Heyrðu, já, Davíð Rúnar gæti hugsanlega verið að fara að reyna fram á sturr. Hann er alveg í kjálsögu. Nú, heyrðu, við sjáum hérna Gunnlaug farin í pitt með skemmd á bílnum, skemmda vel og allt. Ok. Ég var með þess að það búið svo mikið að gerast. Ég var búinn að gleyma því að það væri heavy damage á og þeir geta actually skemmt bílana. Ég er svolítið að velta fyrir mig hvort að Davíð Rúnar sé að spila strategic leik núna því að hann er oft búinn að vera í kjölsögsstöðu til að reyna framúrakstur en hann virðist bara að vera sáttur við að vera þar. Þannig að hugsanlega er hann að spara dekk og bensín. Ja, allavega bensín. Já, og samt er Kári með meira bensín. Já. Hann er kannski að skipta fyrir líka. Getur verið. Það getur munað svolítið miklu, sko. Það skipta bara lítið fyrir getur sparað alveg hellingsbensín, sko. Ragnar Þór vill fá hámarkshraða leyndarmálið með veskinu sínu. Minnsta málið. Ragnar Þór var einmitt krýndur meistari í Tier 3 í gær eftir að gríðarlega flotta baráttu við Róbert og það var bara winner takes it all og Ragnar hafði það í gær ásamt hraðasta hring þannig að hann valdi að sjálfsögðu Carbon útgáfuna af Midstuff-öskinu. Við erum líklegt að ökumenn séu hérna heitir í það því að þetta er mikið notað í formúlubílum og kappaksturspílum þetta efni. Carbon eins og til dæmis stýrin í Formule 1 bílum þau eru alls svona flott köflótt. Já, Kári er að pressa Evu. Ertu að horfa á þetta? Já, ég er að horfa á þetta sko. Er ekki skilin á formúlubílum úr Carbon líka, bara allt saman? Ég hef meira allavega velkið úr skrundin og allt það sko. Þetta er alveg efnikræðar. It's the real stuff, good stuff. Þá vitum við það að ef þið viljið fá hernaðarleyndarmál úr búðum Two Racing Bros þá þurfið að panta veski á midstuff.is og setja inn rétta kóðan í afsláttarreitin. Nákvæmlega. Það er áður sem sölustjóri. Já, þetta virðist vera mjög svona sörluð staða hérna í topp 3. Það er svona smá verið að kíkja en það er enginn að flýta sér. Heyrðu.
Hvað er að gerast? Guffi er komið hraðasta hring og hann er komið fram úr Hannesi. Sæll! Hvernig fór þetta fram hjá okkur? Við höfum nú að tala alltaf mikið um einhver hámarsaða leyndarmál og einhver veski og eitthvað. Við þurfum að fá þriðja mannin hérna til að vera á vaktinni, sko. Já, vel gert. Og hann er á hjólabláum tíma, vel gert. Guffi er greinilega í hörkuformi hérna. Fram úr Hannes, vel gert. Frábæra árangur hjá honum hérna í kvöld. Það er að sama, sko. Davíð Rúnar er innan við 0,2 fyrir aftan Kára, en hann er ekkert að stressa sig á að fara fram úr. Ég held að sé bara að bíða eftir augnablikinu. Það þess að reyna að þvinga það áfram. Þetta er hörkubaráttu hérna hjá Ásgeiri og Jónæri. Þeir eru komin aftur í svakadans og pressan er núna á Jónæri. Ásgeir er alveg komin í skottið á honum og ég líka það að reyna að fara innan á hann í næstu degi. Jájá, hann stingur sér innan á hann. Komin með innri línu, þeir eru hnífjafnir. Komin fram úr. Vel gert. Þetta var fagmannlega gert hjá honum Ásgeiri. Já, mjög flott. Kári er rétt fyrir aftan Evu. Ekki nema tæpar 0,4. En allir hann sé að hugsa það sama og Davíð Rúnar, ekkert að stressa sig á þessu. Þetta er allt með yfirvegun hérna. Eva er búin að vera að samla svolítið sektum. Já, hún er komið 4,8 sekundir. Sem er að gerast á brautinni, það er toppbaráttan og svo er það Ásgeir og Jónægir sem er að berjast sjötta sætið. Davíð Rúnar alveg rétt fyrir aftan Kára núna. Já, Gunnlaugur hefur ákveðið að fara yfir á medium-dekkin sín þegar hún pittaði vegna skemmdarinnar. Bensínu af topp 3 og Eva er að fara best með dekkin. Það er bara búið að vera sama bíl frá upphafi á milli þeirra þriggja. Þetta er bara spurning hvort að Kári sé nær Davíð Rúnar eða nær Evu. Já, nákvæmlega. Já, hérna við erum á hring 8 og 25 mínútur búnar, klukkutími og 35 mínútur eftir, nóg eftir og eins og við oft komum bara inn á áður að þetta er ekki deilir í spé, menn og keppendur geta bara hérna að hugsa aðeins dekkin, þannig að það kannski borgar sig ekki að vera að reyna einhvern framvarast og nema sér bara nokkuð góðlíkandi þægilegur. Við erum kannski svolítið að horfa á það hérna í topp 3 sem er smart thinking í kapastri eins og þessum. Ég er bara að fylgjast með inputs hjá honum Davíð Rúnari og þetta er sennilega rétt hjá þér. Hann var bara fyrir aftan Kára í kjölsvæðinu og svo þegar hann kom með hraðan til þess að geta reynt að stinga sér að þá bara sló hann af. Það er áhugavert af því að hann er búinn að eyða samt meira bensíni. Því að hugsanlega er hann með öðruvísi gírun eða ég veit ekki, það er eitthvað. Það er eitthvað, já. Eva heldur áfram að safna sektum. Já, nú er Davíð kominn með sekt líka. Herðu, Guffi og Jónæður eru komin í baráttu.
Guffi var á undan Hannes aðan, hvað er að gerast hérna? Já, hvað er að gerast en Guffi hefur greinilega lent í einhverju rugli og er kominn á milli Jónæs og Ásgeirs og bara með Jónæ í skottinu og sekt í þokkabót. Það má ekki líta af þessum mönnum á þess að þeir gera eitthvað skandal á sér þetta. Nei, nákvæmlega. Ég þykir reyndi að stilla þetta action inn á útsendinguna. Medium dekkin hjá honum Ásgeiri, orðin svolítið slitið núna. Já, það er aðeins að sjá að þeim. En þetta eru mjög hægt heyrðu. Hvað er að gerast? Nei! Guffi minn! Guffi, hvað er að gera? Og svo fær hann bara reset úr track. Heyrðu, hvað gerðist þarna? Þetta verður... Replay, instant Þetta verður replay. Hann er með draftið hérna. Hann reynir að fara... Akkur fór ekki hinum minn? Hann fyrir í grasið og bara missir hann þarna og svo bara, já. Instant restart á braut. Brautin, leikurinn náttúrulega ekki leiður að skera yfir hennan grasplett þarna. Nei, og... Nú er ég frosinn. Hvað er að gerast hérna? Býtur nú við. Guffi er dottinn af listanum. Ég sé hann ekki á listanum hjá mér lengur. Nei, ég sé ekki á mér heldur. Það eru bara 10 í lobbyinu núna. Já, hann er dottinn úr keppni. Með hraðasta ring og horfinn. Þetta fór úr mjög fínu yfir í, ég veit ekki hvað, bara á smá tíma. Já, þannig að ég bara algjört disaster þarna. Við bara bíðum spenntir að fá smá fregnir. Ég þarf eiginlega bara að senda um skilaboð hérna og senda á þessu. Við þurfum að fá hann hérna í spjallið, sko. Það var nú búinn að vara við því að ef að hann gæti lent í því að þurfa að sinna stráknum sínum ef hann skyldi vakna. En hann var nú búinn að tala um það að þá myndi hann bara fara í autodrive og halda svo áfram. Það er bara á meðan að þetta er búið að gerast þá er búið að stóra aukast bilið hérna milli allra á toppnum. Já. Og það er bara slagur hérna Jónæir og Ásgeir. Jónæir er komið fram úr Ásgeiri núna. Við erum bara búin að vera í dans alla keppnina. Já. Ásgeir er farin að vera svolítið laus. Já, bíllina, dekkina, smíðjum dekkina, svo er hann svolítið slitinn. Eins og staðan er núna þegar við erum á 9. hringa þá er sko Ásgeir ekki nema 23 sekúndum fyrir aftan Evu sem er fyrsta sæti. Þannig að það er ekki nema 1 pitstop og þá er hann búinn að ná henni. Þannig að það getur ennþá allt gerst sko. Hún þarf ekki nema að snúast eða einhver fyrir framan hann þarf ekki nema að snúast eitthvað illa og mögulega skemma bílinn eitthvað og þá þá bara dottið bara langt niður sko. En sko, ef hún Eva ætlar að halda áfram að safna sektum og hún komið við 8,8 þá þarf Kári ekkert af ágjörð að taka fram á henni. Það getur bara verið fyrir aftan hana. Já, það er alveg rétt. Það er saman ég hugsaði þegar ég var fyrir aftan bróðinn í gær. Það er það sem ég glemt að hugsa. Herðu, Guffi kemur hérna, pédalinu fóru allt í henni að vera með stæla, gjöf og bremsa komist ekki upp fyrir ca. 20% input. Fór í autodrive, aftengdi það er svo leiðilegt. Hann fór í autodrive, aftengdi pedalana og tengdi aftur og þá var það í lagi. Við erum áfram að skrifa, við erum hérna beint live ride feed úr pittinum. Race feed. Já, race feed segir. Ég er að horfa svo vart í einu hérna bara. Brjálaður var loksins að ganga vel á þessu blessaða tímabili en tapaði við þetta 14-15 sekúndum. Já, ég þekki þetta, ég lendi þær keppnir í röð núna á þessu tímabili að pédalar fóru grátt með mig. Já, ég lendi í þessu líka á
Barcelona minni mig. En býtu, hann segir hérna, en ok, áfram gakk, fyrir aftan Skeira, hann nýtti mér út af... Nei, býtu, já, hann ennþá að lýsa... Hann lýsa hvað kom fyrir hérna. Hann var fyrir aftan Skeira og þau snertust og... Já, getalar og allt farið og bara allt í fokki. Þannig að... Það fór ekki lengra en það, þetta skipti. Við sendum bara Guffa samúða kveðjur og hérna þökkum honum fyrir allt hans frábæra starf með GTS. Leitt að sjá keppnina fara svona. Ég kannast við þetta að hérna vera að ganga vel í keppni og svo kemur eitthvað upp á og allt fer í fokk. Já, þessi pissustopp geta verið hættuleg. Já, lastum við ekki að blast, þurftir að blasta þessu drengur. Það var nú ekki í TR-keppni, það var bara svona aukakeppni þannig að... Þetta allt gaman, gott og gilt. Maður fljótur að jafna sig, en í miðri keppni þegar adrenalín og púlsinn í 170 þá hérna hugsaði maður ekki oft rökrétt og það er ansi heitt í hams. Það getur komið fyrir. Ég ætla ekki að gera það best. Maður læri seint á reynslunni en vonandi einhvern tímann. Látum við sjá, það er enginn að slást eins og er. Þegar ég renni hér yfir listan en í jafnlust baráttan á toppnum en hún bara mjög svipuð búin að vera frá því að við hófum keppnina. Ef maður rýnir aðeins í stöðun á öllu að þá eru mjög miklu líkur á því að eins og staðan er núna að Kári taki þetta á bensínu. Hann er með meira bensín þannig að mögulega kemst það kannski hringaukalega á tanknum. Þannig að já, þetta verður fróðlegt að sjá hvað gerist hérna, en baráttan er ekki til staðar á brautinni núna. Ég er að horfa hérna á vídeo sem að Guffi sendi mér sem ég get hort á bensíngjöfuna og bremsuna og hann er hérna á beinakaflanum að koma fram hjá pittinum og þá allt í einu bara er bensíngjöfun í, sem segir, 20% og bremsan fer ekki lengur og allt bara er komið í slow motion. Leiðilegt þegar svona gerist, en svona kappastur, þetta kannski, þótt þetta sé öðruvísi tæknilega vandamál heldur en í raunveruleikanum, þá kannski gerir þetta kappasturinn pínu raunverulegan í okkur, að við lendum stundum í tæknilegum raunveruleikum líka. Herra, það er hörkubarða hérna á tónum. Kominn út fyrir! Nú er þetta on, þau eru 3 hérna saman ofan ykkur öðru. Og Eva slær af. Fyrir og með pittin. Já, hún er líka komið skemmt. Hún fór utan í vegg hérna áðan. Vá, þetta bara, ég var að horfa hérna á vídeo og lýsa hvað vandræðinu að Guffa og svo bara allt í einu, allt að gerast. Það sem að hún var með sagt... Davíð Rúnar er komið... Já. Nei, hann er ekki komið fram úr, en hann var að vera komið fram úr. Hún er nú nokkuð heppin að hafa farið inn í pitt með skemmt samt basically með þá á sama stað fyrir fram að sig. Þannig að hún tapaði ekki miklu á skemmtinni fyrir utan kannski viðgerðartímanum. En á meðan gætu þeir hugsanlega verið að tapa tíma á því að berjast. Þannig að... Þá er Davíð Rúnar komið fram úr Kára. Já. Davíð Rúnar kominn í fyrsta sæti og Kári fylgir hratt á eftir honum inn á fyrsta beinakaflann á 11. hring. Það er að nálgast að það núna, eins og við sjáum í kjölsvæðið og tíminn alveg rínur niður úr 0.6 í 0.2 hérna þegar kaflinn er búinn. Eva fer niður í 7. sæti á einu pitstoppi. Já. 50... Það var bara sama og hjá mér í gær sko. Já, 50 sekúndna pitstop sko. Hún er 50 sekúndum fyrir aftan Davíð Rúnar núna. Já, með skemmtinu náttúrulega, hún er að taka alveg ekstra. Já, þetta var ekki gott fyrir hana, en þetta er alls ekki búið, það er nóg eftir. Þannig að, já, við skulum ekki ákveða neitt ennþá og taka neinar ótímabærar ákvarðanir.
bara þannig að toppnum rosalega jöfn búin að vera alla keppnina. Þeir eru búin að vera meira og minna 0,5 til 0,1 ykkur aftan annan eða framann síðan að keppnin hófst. Og Hannes 5 sekúndum fyrir aftan þá í 3. sætinu. Og Hannes búin að vera að taka niður tíma á þá. Þetta bara búið að snúast við hérna á topnum núna. Kári fyrir aftan Davíð Rúnar og bara að fuel-seifa eins og brjálæðingur hérna til þess að spara eins mikið bensín og mögulega getur. Já, þetta, ég meina, það ekki þægilegt sem að keyra lengi með menn fyrir aftan sig, þannig að þetta kannski þægilegt fyrir Kára að geta verið hérna sá sem eltir í smá tíma og sett smá pressu á Davíð í staðinn. Maður stundum fljótari að losna við samkeppniseðla úr beinni samkeppni með því að vera að pressa heldur en að vera að reyna að halda aftur af pressunni. Já, rétt. Það er mjög erfiðari staða í skákinni sem kappaksturslagurinn og racing er. Þetta aðeins yfir og tjekka hvort það sé eitthvað að gerast á fleiri stöðum. Þetta allt sólóökumenn hérna. Það er bara fyrsta og annað sæti sem eru nálægt hverjum öðrum, þannig að við horfum bara á þá. Það er eitthvað að koma upp á áhugavert. Það er kannski við hæfi þá að minnast á hérna, það er svona lítið aksjón akkurat núna og við erum að fylgjast með bílum hjá honum Kára að Nokko sem að er styrktaraðili Guffa og Kára, ja, þeir eru að bjóða upp á verðlaun fyrir fyrstu 3 sætin í, hvað var það, tier 1 og 2 eða ekki? Jú, ég held það. Jú, það var fyrir fyrsta sæti kassa af Nokko og fyrir annað sæti hvað var álfurkassi eða kippa eða ég man ekki alveg hvað mikið og svo fyrir 3. sæti færðu hvað kölluðu þeir þetta? Það var einhvers konar það var ekki skýrt hvað var í þessu það var að kíkja bara á þetta eldsnöggt hérna þannig ég geti sagt ykkur rétt frá. Mikið að umræðu hérna þú veitum það? Nokko Goodie bag, það sem kölluðu verðlaunin fyrir 3. sæti. Það er kassi af Nokko fyrir 1. sæti, hálfur kassi af Nokko fyrir 2. sæti. Hvað er að gerast þetta? Fyrir replay í gangi. Það er að stjórna á þessu, Daniel. Já, reykist á eitthvað og farið bara í eitthvað replay. Instant replay, maður klikkar ekki. Instant replay gerist allt. En já, eins og ég segi, fyrsta sæti er kassi af Nokko og annað sæti er hálfur kassi af Nokko og 3. sæti er Goodie bag. Og þetta eru verðlaun fyrir top 3 í tier 2 og tier 1, þar að segja. Í gær voru það þá Tarri sem fekk kassa af Nokko og Dimmi sem fekk hálfan kassa af Nokko og Valdimar sem fekk Goodie bag. Já, og það kannski ágætt að benda á fleiri styrtarar að GTC fyrst þeir maður þessu. Otto Center, Antons Mamma Mia, Tasty, Myth Stuff. Nei, Davíð, gerir mistök hérna. Hvað er að gerast, Davíð? Við erum að kíkja á replay núna. Instant replay. Það er eins að hafi bara verið að finna upp replay. Við erum bara hérna instant replay. Það er svo gaman að geta verið með replay. Já. Það er bara eins og 86 bara, we got a new thing, it's called replay, it's instant. Að
Valdimar er varla búinn að sleppa orðinu þar sem hann er að hvetja Davíð áfram þegar Davíð gerir óvart mistök. Kári kominn í pit. Og Davíð. Davíð líka. Og Hannes líka. Já, Illugi er kominn hérna í spjalli líka og það er svolítið síðan, ég bara er fyrst að hafa tækifæri til að segja fyrir oss núna, en hann býður okkur gott kvöld og segist að tafist aðeins og er að spyrja hvort að við getum ekki mögulega fyrir hann gert cancel og re-entry. Ég veit ekki alveg hvort hann segja að meina fyrir Guffa eða hvað eða hvort þetta... Svo sent núna. Já, erum við hérna fyrir Skeiri í pit líka, allir á sama tíma en allir nema Jónægir. Hann fer áfram 13. hringinn. Kominn í fyrsta sæti. Tímabundið. Hann á nú ekki mikið nema 1 hring eftir. Hann er kominn á rautt á bensínljósinu þannig að hann fer inn í næsta hring. En Tarri sem vann keppnina í TR2 í gær, hann er hérna í spjallinu og kemur með innlegg inn í umræðina uppsetningar og hann segir það er meiri endahraða með því að eiga við right height og downforce. Ég skal gefa ykkur líka eina auka vísbendingu. Right height eða hæð bílsins hefur miklu meiri áhrif á hraða heldur en downforce á vengjum. Þar hafa ég það. Það er svoleiðis. Það er bara nákvæmlega þannig. Og réttu stillinginnar fylgja síðan með næstu 5 pöndum mitt stöfn veski. Látum við sjá, þetta fer að skýrast staðan hérna. Kári er ennþá með sekundubil á Davíð Rúnar, keyra í 2. og 3. sæti því að Jóna er eftir að fara í pit en hann er fyrstur manna í öðruleikinu. Hann er sér 5 sekúndur fyrir aftan Davíð og 2 sekúndur í Evu, þannig að þar hefur við það. Hvað Eva hefur tapað á sínum bílunum þegar hún keyrði á, að hún er komin rúmar 2 sekúndur fyrir aftan Hannes. Þannig að við erum að tala kannski 10 sekúndar töf frá því hún var að leiða keppnina og rúmum klukktíma eftir, þannig að þetta verður erfitt en þetta er ennþá possible. Le possible. Allt hægt. Sérstaklega í Fraklandi. Sérstaklega í Fraklandi og svo náttúrulega líka þá voru þetta mistöki á Evu þarna áðan en það þýðir ekki að hinir muni keyra mistökalaust í gegnum þetta sko. Það getur allt gert. Við erum búin að sjá það strax að Davíð Rúnar gerði þarna einn mistök rétt áðan en heppnin hans megin og hann fekk ekki neina skemmd á bílinn þannig að hann þurfti ekki að taka lengra pitstop vegna þess. Nei, þetta er fljótt að snúast. Þetta getur verið ansi fljótt að snúast í kappakstri. Mér líður samt eins og þessar skemmdir hérna, þetta voru smá downforce skemmdir að þær ætti ekki að útskýra 30 sekúndna bil frá Evu upp í fyrstu sæti. Já, herðu, fyrirgefðu, hún er 30 sekúndur í hérna... Jónæ, hann er eftir að reyna, sko. Sem eftir að reyna, auðvitað. Við fáum í rauninni ekki að sjá rétta bilið fyrir en að Jónæ er búinn að fara við sem að... Akkurat. Þar lá maðkurinn í missunni. Já. Hann hefur ekkert val það að vera lengur úti. Það er annað að fara inn. Það er annað að fara inn eða kalla þetta gott. Hann kæmist kannski út á beinakaflan og þá var hann orðinn bensínlaus. Þannig að eftir smá stund þá sjáum við raunstöðu í kappakstrinum þegar að 45 mínútur eru búnar og það er Kári sem að leiðir og Davíð Rúnar er í öðru sæti. Lítur mjög vel út hjá þeim tveim eins og staðan er og það er ekki langt í Supernova duettinn. Það var Eva tæp maður, hann var næstíð búinn að klösa vegg aftur. Snerist aðeins þarna út úr seinasti beinu í chikaninu undan finish line. Já. Ég var nefnilega að horfa á þau tvö í síðustu beinu og var að klára setninguna að það væri ekki langt í Supernova duettinn og nú er hún bara 5 sekúndur fyrir aftan. Já. Það skýrir það. En
Þetta er eina baráttan í gangi, það er toppurinn og það er kjölsögu í gangi og beinn kafli, allt að gerast. Davíð Rúnar kemur hérna eins og vindurinn fyrir aftan Kára. En hann er ekki að ná að minnka bilið nógu hratt og það er farið að aukast aftur. Því að Kári sýnist mér með meiri endarhraða. Hann rétt sleppur við það að vera utan slipstreams, rétt er að hanga í því. Þannig að við erum samt ekki að auka betur. Þetta er svo tæft, hann er eiginlega búinn að missa slipstreamið sko. Það er greinilegt að það er aðeins meiri hraði í bílum hans Kára. Hann þarf að vera aðeins svona berum til að geta nýtt þeirra. Og það er hvergi neitt annað að gerast á brautinni. Þetta er baráttan í fyrsta seti. Það sem er mjög slæmt, það er heitasta baráttan. Hörning fóru allir aftur á hörð. Já, ekki Jónæður fóru á medium. Já, hann ætlaði að taka medium stingi núna. Já, og hann tók ekki fullan tank heldur. Hvenær fór hann inn? Hann fór á sama tíma allir inn. Já, hann fór einu hring seinna með þessu. Jú, hann gerði það. Hann hefur ekki alveg tekið fullan tank, hann er bara að keyra örlítið styttar á medium stundinni sínu núna. En allir aðrir, Gunnlaugur er líka á medium, en hann er að klára sitt stund. Já, hann fór í pittin hann með vélaskemmt mjög snemma í keppninni og tók medium dekkin þá. Þannig að já, allir aðrir eru basically á harm. Það er svolítið að teygja stór bílun á milli Kára og Davíðs núna. Það er komið 1,5 sekúndu. Það er sennilega það mesta sem við erum búin að sjá það í allt kvöld. Já, hann er loksins að fá smá pláss til að anda. Þetta lítur allavega mjög vel út fyrir Kára núna. Já, þetta er tækifæri fyrir hann til að setja inn nokkra góða hringi án þess að þurfa að hafa áhyggjur af baksinn í speglinum og slipstream og hugsanlega með því að gera það, hann er að búa til smá bil en eins og þið sjáu þá er Davíð ekkert að fara að gefa þetta er ekki nema rétt rúm sekúnda. Það þarf ekki nema eina beygju og þá getur þetta verið orðið slipstream possibility. Jú, það er nákvæmlega þannig. Ein mistök geta gjörsamlega stúta keppninni fyrir þér, sko. Já, ef það er aðeins að nálgast Hannes, bilið er komið í 3,5 sekundur, það var í 4,5 áðan. Hún er aðeins að minnka bilið í liðsfélaga sinn í Supernova. En hún er 11,5 sekundur fyrir aftan Kára. Þannig að þetta er einhverjar eins og við vorum að tala áðan, þetta er 10 sekundur sem hann hefur tappað. Já. Og fyrir utan það að hafa lent úti í trafík sko, þar sem hún fór pitta undan eða hringa undan í pittin. Já, jafnvel 2. Sáðum að talaði kærmjóttir og það námur í ís. Já, það er ekkert annað. Ekki tekja tíma keppnum að það er að hafa eitthvað með sér. Já. Great racing from all. Merry Christmas and Happy New Year to you all. Same to you, Andy. And thanks for watching. And enjoy your tea. Sorry. Jæja, þá maður mættur aftur. Þetta voru nú fljóta 2 mínútur. Já. Þú mistir að kveðinni frá honum Andy Reiner. Já, hvað segir Andy? Hann bara takkar fyrir akstutur, eða hrósar fyrir kappaksturinn og óskar okkur öllum gleðilegra jóla og gleðilegs nýs árs. Right back at you, Andy. Thank you very much.
Já, Kári kom með 1,7, 1,8. Það lítur vel út hjá honum núna, engin pressa. Það tók hann 14 hringi til að losna við pressuna. Já. 14 ringir á þessari braut eru, já, 50 mínútur. Nákvæmlega. Bilið í Kára er alltaf að aukast, ef er alltaf að dragast meira og meira aftur úr frá fyrstu 2 sætunum. Já. Upp í 12,7 sekúndur núna bilið í fyrsta sæti hjá henni. Það sýnist Kári vera búinn að finna gamla formið. Já. Þarna þekkjum við hann. Þarna erum við vanir að sjá hann. Við hefum seinustu 2 tímabilið minnst ykkursti. Já, hann er samt búinn að minnka bilið aftur, komið 1,5 í hann og Davíð. Það er eins og það að auka spilið í Hannes frá Davíð. Það kom í 7 sekundur núna. Þannig að þetta Mér er staðan. Hvað segir Mér ég? finnst líka áhugavert er að sko Kári, þó að hann sé ekki með neitt fyrir fram að sig, þá er hann samt að nota minna bensín heldur en Davíð er að gera. Þetta er mjög vel ekki á honum. Þannig að Kári heldur sínum hætti uppi að vera bensínkvíslari. Hann er með alveg á hreinu hversu mikið bensín hann þarf í hvert einu skipti og ég man eftir að þetta var það sem að einkenndi hann hérna á seinasta tímabil líka að það var undantekningarlaust það sem að hann vissi nákvæmlega hversu mikið bensín hann þurfti sko. Það var ekki skilin eftir ein bensíngufa í tanknum til þess að klára reisa. Heyrðu. Góður punktur hjá Valdimar, okkur finnst ekki spjalli lengur. Ég tók það af hann til að skoða þegar við vorum að rístast það er og vant að spjalli í alltaf hvernig. Við veist innilega rásökunum þessu Valdimar, takk fyrir að benda mér á þetta. Danielsson, wax on, wax off. Já, Eva er búinn að minnka bilið í Hannes 1 sekundu, komið í 2,6. Það er nú lítið baráttur eins og staðan er núna. Maður kannski að nota tækifærið þegar að lítið er að gerast í baráttum að leyfa fleirum að njóta útsendingatíma. Take it away. Já, þetta verður það. Kíkjum inn á byrjum bara neðst á listunum þar og Þorsteinn, hann er óvenjulega sagt í seinasta sæti. Ekki staða sem við erum vanir að sjá hann Þorsteinn í. Það er spurning hvort eitthvað hafi komið upp á hjá honum en hann er kominn hérna á Toyotuna eins og allir hinnir. En það sem er frábriðið núna er að hann er kominn í Toyota Gazoo Racing Iceland. Já, hann var búinn að vera solo en bauðst síðan liðsæti þegar að datt hann út. Hann var ekki Gunndóri. Jú. Fyrirgefið því hérna Stefán Geir. Já, Stefán Geir akkurat, já. Sorry, Svo erum við í næst seinasta sæti, þar er hann Gunnlaugur. Hann að vísu er búinn að taka eitt pitstop mjög snemma og hann er örugglega að fara inn mjög fljótlega eftir þar sem hann er á mjög lítið bensín eftir og dekkin er mjög slitinn. Þannig að það er kannski ekki alveg rétt staða að segja að Þorsteinn sé í seinasta sæti þar sem að hann tekur örugglega sætið af Gunnlaugi þegar Gunnlaugur fer í pit. Já, þetta gefur ekki alltaf rétta stöðu þar sem við erum að horfa á í svona langur keppni. Svo erum við með Diego, hann er annar helmingurinn af Carvel Racing Team. Hann er The Punisher og náði að vinna sig upp í Tier 1 með alveg frábærum árangri á Tier 2 í haust, nei í vor segi ég. Hann átti sumar keppni þar sem hann alveg dóminaraði. Alveg gjörsamlega. Og þá var Eva að keppa í Tier 2 þannig að hann hefur augljóslega að fara á það þessi drengur. Svo erum við með
Valdimars, hann nú búinn að vera lengi hérna í GTS Iceland og allavega frá því að ég byrjaði að fylgjast með þá hefur Jón Valdimar verið til staðar að keppa í TR1. Já, sama hér. Og hann keppir hérna með honum Jón Ægir í Bíkó Racing Team. Það er einmitt var smá tímabila sem að sá sem að var að lýsa með mér útsendingunum hérna í seinst tímabili og hann hérna átti svolítið erfitt með að áttast að muna hvor var Jón Ægir og hvor var Jón Valdimar. Við vorum farnir að kalla það bara Jónana, þetta voru Jónarnir tveir þarna. Ég held að komi fyrir alla sem að gangi í hópinn til að byrja með. Já. Ég var líka þarna á tímabili. En svo lærir maður. En svo fáum við hérna Skeira, hann er hinn helmingurinn af Carvel. Hann er Deadpool bílinn. Hann er mitt komst upp í TR1 núna gegnum tímatökurnar, en það var sem sagt þannig að þeir sem áttu, það voru einhverjir sem áttu betri tíma en þeir vildu ekki fara upp í TR1, þannig að Skeiri tók sætið í TR1. Hann var einmitt sko mjög öflugur í TR2 senstingur og hann var alveg óþolandi að sjá hann á þessum Aston Martin og hann bara, það skipti engu máli, hann var bara alltaf að rústa hann sko. Hann gæti aldrei náð hann sko. Svo þannig að svo fórum við á... Ég var oft fyrir aftan hann. Svo fórum við á alveg stíl og við gátum ekki næstu því farið nálægt í hraðan sem hann hafði sko. Það er sem ég og Biggi. En segðu mér sko, Superetjan Deadpool. Deadpool dauð sundlaug. Eða dauði pollur. Nei, það var að puddle. Þannig já. Já, ég hef ekki skýringu á þessari nafngjöf. Það er kannski einhver hjá Marvel sem getur útskýrt það fyrir þér, en ég efast nú að þeir séu að horfa á hérna núna. Næsti maður? Næsti maður er Jón Ægir og það er sem sagt hinn helmingurinn í Team Bíkó. Hann er búinn að eiga mjög gott mót hérna og búinn að eiga mjög sterkar keppnir og átti þar með talið eitt svakalegasta comeback sem ég séð, en það var á Red Bull Ring minni mig, þar sem að hann neyddist til þess að starta seinastur eftir tæknileg mistök, tæknilega örðuleika og náði að vinna sig upp í 3. sæti þrátt fyrir það í keppninni, í TR1 keppninni í þokkabót, og það er ekkert djók að gera það sko. Svo erum við með náttúrulega í 4. sæti hana Evu sem við búin að vera að fylgjast með hérna, hún er búin að vera á toppnum nánast allt tímabilið og meiri hlutan af þessu reysi líka, en komi núna eftir smá klessu utan í vegg að þá er hún komin niður í 4. sæti. Já, svona gerist þetta. Svona gerist þetta, þetta getur gerst mjög hratt. Það er nóg eftir, við erum basically að detta á helmingstímamót keppninnar klukkutíma eftir. Svo erum við komin með hérna Hannes í 3. sæti og hann er einmitt, já, gleymi alveg að minnast á að Eva er í Team Supernova sem er sigur sterkasta lið GTS Iceland á þessu tímabili, bæði í TR1 og TR2. Það þarf nú vart að kynna það, ég held að flestir viti það orðið nú þegar. Já, það held ég. Svo er náttúrulega Hannes, hann er innhelmingurinn af Team Supernova í TR1 í 3. sæti. Hann er dekkakvíslarinn og meðan að Kári er bensínkvíslarinn, þannig að... Ef við gætum bara fengið þá tvo til að eignast afkvæmið á vorum með fullkama reysir. Sorry, það var að hafa smá húmor. Það væri alveg kostulegt að sjá það, já. En svo erum við bara komnir aftur á toppinn hérna. Það eru fáir að keppa í dag. Það er náttúrulega datt út hérna, eru báðir hættir hérna á
Autocenter, Halli og Skúli, þeir ákveðu að leggja skóna á hilluna fyrir þetta race og svo datt Guffi út vegna tæknilegra örðuleika með stýrið hjá sér. Já, ég að sjá það, hann átti í góða keppni. Bíllinn var ekki alveg sammála því sem að það sem að Guffi vildi gera með pedalana. Nei, skulum segja að bíllinn hafi bilað og Já, tímið þurfti Guffi að draga sig í hlé. En liðsfélagi hans í Team Nokko, Kári, er að bæta upp fyrir liðsstíginn með því að leiða þessi keppni. Þannig að Team Nokko, þau gætu endað í góðum stigum þótt að Guffi sé dottinn út. já og sko Kári, við erum að tala það, hann er kominn með 3,5 sekundu á Davíð Rúnar núna, sko. Hann er bara á höggu flugi, sko. Og er að keyra mjög steady. Núna er Eva búin að finna aksturskraftinn sinn aftur, aksturslínuna, en hún er búin að minnka bilið í Kára 2 sekundur. Já. Meðan að Kári er búin að lengja bilið í Davíð Rúnar þessar sína 2 sekundur, þá er Eva búin að nálgast, þannig að það er aldrei að vita nema að hún sé að fara að ná honum Hannesi. Hvað hverju? Já, þetta bili minkar hratt þar á milli, bara rétt áðan var á 3,5 og núna er það 3, þannig að eftir kannski 2 hringi eða svo gæti hún hugsanlega verið bara komin í skottið á hann. Já. En Má svo er eins að minka bilið á toppnum. já, Komið í búið 2,5. minnka með heila sekundu. Það er í 3,5 áðan og það er í 2,5, ja, 2,7, þannig að þetta er enda hraðinn sem að þetta munar sko. Já, þetta er svolítið skrítið að því að þegar ég horfið á tímanna á skjánum þá er Kári búinn að eiga 3 síðustu hringi hraðari en Davíð, en Davíð er samt bara að minka bilið á sekundu. Skrítið. Herðu, er ég að sjá þetta rétt eða? Já, herðu, við verum að taka eftir þessu consistency hjá honum Kára, en seinustu 2 hringir í röð eru nákvæmlega sami tíminn. Já, Það er ekki algengt. hann bakkaði orð okkar consistency bara hérna í beinni upp. Já, og er núna kominn á seinasta beinakaflan svona af þessu eftir seinna chicane-ið og er ennþá á fjólubláum sektor, þannig að mögulega er hann að fara að slá út hraðasta hring liðsfélagsins hans Guffa. Nú er hraðasti hringur í höndum Jónæs, kallar minn. Heyrðu, hvað þetta? Ég var að kíkja á þetta bara rétt á það. Það var bara að gerast, held ég. Ég bara var að líta á listan, þá var hann komin upp hann, en hann er komið tíman 3:22, 3:94. Það er svoleiðis, bætti tíman hans, já, Jónar er á 90 ekki núna, bætti tíman hans Guffa 0,3. Akkurat, þannig að þetta var gaman að sjá og þetta er kannski líka tími fyrir áhörfundur að fara að hugsa hérna hvað er búið að vera að gerast á brautinni, hver er kandidat í ökumann dagsins, en eftir svona 40 mínútur þurfum við að samna atkvæðum. Já, það er fullsnefnt að ákveða það núna, myndi ég segja. Nei, bara kannski svona hafa það bak við eyrað svona til þess að muna, þú veist, hvað er búið að gerast á brautinni, var einhver að vinna sig Skrifa niður atvikinn og... Já, 24 hringur, flott beygja hjá Hannes. Kári hérna, hann er ennþá með fjólubláan sektor á, komin inn á seinasta sektorinn og hann er á harddekkjum. Vel gert. Þannig að erum við að fara að sjá Kára slá út hraðasta hringinn hans í Jóns Ægirs á harðari dekkjum. Hugsanlega. Slæta smá þarna, komandi út fyrir chicane. Ekki alveg. En heldur þessi consistency áfram, sko? Hann tapaði þessu basically í síðustu chicane beigjanum. Já, þar er einmitt, þar er svo hæg chicane og
Það Þar spila er- dekkin meir inn í, sko. Já, þar eru dekkin að þurfa meira á gripinu að halda. Algjörlega, því að sko þetta er svo mikið downforce í þessum bílum að í hröðu beygjónum að þá bætir downforce upp fyrir léleg dekk bara með að hrista bílum ofan í göttuna. En þegar að downforce skiptir ekki máli þá reynir aðeins meira á hvað er raunverulegt grip í gúmmíinu. Já. En svona bíl með svo mikið downforce að hann þarf alveg ekki að fara mikið hraðar en 100 þá getur kyrta kolvi, sko. Já, svo eru til dæmi það að svona bílar eins og þessir hafa bókstaflega tekið á loft. Já, Ef að- nokkur sinnum. Já, ef að downforceið er ekki 100% og þeir fara yfir kannski einhverjar brekkur eða eitthvað svoleiðis og bílinn liftist örlítið út af því Já. að fara yfir brekku, nánast bara stökka, þá bara flýgur bílinn upp. Það kom fyrir Mark Webber sem keyrði í Formule 1 fyrir Red Bull á tímabili. Hann var að keyra fyrir Benz þegar hann laug bara upp á beinukaflaði braut. Hann var reyndar ekki á þessari braut, held ég, en enga síður. Svona smá hæð í brautinni og svo bara allt í einu fer of mikið vindur undir bílinn og hann fer bara flýgur út fyrir brautina og klippast nokkra hringi, sko, lengstum. Endar út fyrir braut eða ekki? Jú, bara heppinn að vera lifandi, sko. Já. Þannig að gott downforce getur breyst mjög fljótt í gott upforce ef aðstæður bjóða upp á það. Já. From downforce wings to real wings. No. Erðu bílið í Hannes er 3 sekúndur frá Evu og Eva er á 4 tíma. Þannig að svo lítið að gera svona. Spurning hvort að hann, þessi sem fór út af þessu Webber eða ekki, Jú, að hann hafi, verið að reyna að næla sér í sponsor frá Red Bull. Red Bull gefið þér vangi. yes, Webber, you have proven you got wings. You can fly, Webber. Já, maður verður að hafa gaman að þessu. Það er voða lítið að gera þetta brautinu. Það er alls staðar einhverjar 3-4 sekúndur á milli keppenda. Já, alveg gjörsamlega dó niður spennan og gjörsamlega eftir fyrsta pitstoppi, sko. Það er ekki einhver að fara í vegg og fá safety car eða... Jú, Hvernig hvernig væri að væri- setja mig... Þetta væri að fá það sem Fítus í Gran Turismo 7. Safety car frítusinn. Safety car Fítus. Það væri alveg Það gett er að nú geggjað að fara með safety car 5 hringi í röð og svo bara, ok, go, allir. taka real damage á new level, sko. Já. Það reynsa brautina. Við sáum nú hvernig það getur farið með kappakstrinum í formúlunni, maður. Það er Já. rosaleg keppni. Það var svakalega keppni, sko. En það eru nú bara alvöru svona full-on simulatorar sem að sjáum það eins og iRacing. Já, Þar er safety car í boði. það er aðeins að minnka bilið á toppnum. Það er komið í 2 sekúndur. Davíð er aðeins að sækja. Davíð hefur Já. kannski heyrt í okkur tuðandi yfir því að það væri ekki nógu mikið að gerast. Ákveðið að gefa svolítið hressilega í. Og fór úr 3.23 í 3.22 í nýju. Sjáum hvernig hann haldi því. Hvort það sé komin í 3.22 til að vera. 50 mínútur eftir. 1 pitstop hjá öllum og 50 mínútur eftir. Já, og svo eiga nánast allir medium dekkin eftir. Já, það gæti alveg sett strik í reyningin. Þessar 2 sekúndur sem eru á milli Davíðs og Kára er í raun og veru ekkert á þessum tímapunkti nema að það haldi áfram aukast. Já, hann er með þannig, sko. Það má ég segja, sko, það skuli ekki vera meira en 2 sekúndur og 2 sekúndur á milli þeirra eftir klukkutíma akstur er alveg mjög jafn akstur. Já, þetta eru ökumenn á hæsta stigi sem við erum fylgist með þetta. Mikið rétt, 10-1, nefnum herrar. Hér keppa toppanir í GT Sport. Hér dreymir öllum að enda á palli einn daginn.
líka bilið í Hannes núna, það komið niður í 2 sekúndur Já, þetta styttist í baráttu. og samt einhvern veginn búin að lengja bilið í Kára 4 sekúndur. Það alveg svaka pace á þeim á topnum, Kára og Davíði. Það virðist vera svona visst jafnvægi í þessi fjarlægðum en þetta jójóast svona 2 sekúndustundum í einhverju áttinni en það stætti ekkert gríðarlega að dragast í sundur. Hún er örugglega líka bara að komið með smá spark í rassin núna þar sem Jónægir að nálgast hana svolítið hratt en spurning hvort hún viti það að Jónægir sé á 90 dekkjum. Það er óvíst. Staðan nokkuð safe hér á öðrum stöðum. Það Guðlaugur í 10., Þorsteinn í 9., Diego Valur Diego 8., Jón Valdimars í 7., Ásgeir í 7., Jón Ægir í 5. sæti og allir þessir ökumenn eru bara einir í einhverjum sóloakstri, engin nálægt hvorum öðrum, þannig að lítið baráttur. 7 sekúndum á undan Jón Ægir Eva og þá fer aðeins að styttast bilið á milli manna því að hún 2,5 sekúndum fyrir aftan Hannes. Hannes reyndar 11 sekúndum fyrir aftan Davíð Rúnar. En Davíð Rúnar komin undir 2 sekúndur í Hannes fyrir Kára sem að leiðir. Þar hafið það. Þetta er raun og veru staðan eftir rúman klukkutíma og 13 mínútur. Það er spurning hvort að hann búinn að vera, bilið var alveg komið í rúmar 3 fyrir einhverjum ringjum í Kára. Þannig að Davíð búinn að vera jafnt og þétt að bæta minnka bilið og bæta sig og búinn að taka núna 2 hringi í röð á 3:22. Þannig að þetta komið nýtt trend sem hann komið 3:23.7 síðasti ringur og aðeins 1,5 sekúndur fyrir aftan Kára. Þannig að það eitthvað að gerjast á toppnum, Davíð. Fyrir ekki við þig, Daniel. Ég var að horfa á Davíð. Það geðið erfitt að lýsa með Daniel og vera að horfa á Davíð. Bara disclaimer. Já. En já, það eins og þú segir, það að minnka bilið. Það líka mjög skemmtilegt að rýna í dekk og bensín. Davíð Rúnar með minna bensín en hann með töluvert minna slitinn dekk líka sem mjög einkennilegt við það að þeir fóru báðir í pitt á sama tíma. Þannig að Kári að fara betur með bensinni en verð með dekkin. Þannig að það útskýrir sennilega hvers vegna Davíð að ná að láta bilið minnka. Hann bæði með léttari bíl og hann er betra greip. Já. Það kostur eins og staðan en nú bilið aftur komið í 2 sekúndur. Þannig að það jójóast, þetta svona línuritt sem að fer á leiðina upp eða niður en tekur svona nokkra tífur á leiðinni. Já. Það alveg þessi braut líka þannig þú kemur í eina beygju og bara tekur svona smá öðruvísi og í lok beina kaflans eftir þá beygju þá getur hann verið hálf sekúndu munur bara á því hvernig þú keyrðir út beinu sinni. Þetta svo langt í beinu kafla. Það er mjög auðvitað. Sáðum bara að Davíð Rúnar var 2 sekúndur fyrir aftan Kára þegar hann kláraði beinakaflan og var 1,5 fyrir aftan hann þegar hann kom út í bein. Akkurat. Þannig að á þessari braut fremur heldur en mörgum öðrum brautum skiptir exit á beygjum í svona langflestu beygjum á þessari braut skiptir það miklu meira máli heldur en hvernig þú kemur inn í beina. Þannig að ökumennum alveg óhætt að fórna pínu að bremsa seint til þess að maxa það að ná útgeislunum því að þú getur keyrt botni í hálfa mínútu þá skiptir það alveg gríðarlegu máli hvernig þú ferð út í beginni. Sjáum líka bara að bilið á milli Kára og Davíðs bara að hrynja niður á beygjuköflunum. Þegar ég byrjaði síðasta randið hérna þá var það 2 sekúndur og ég kláraði setninguna var að koma í eina. Magnað. Þannig að hún bara farnir að sjá slag aftur, Já, við
eins og staðan við getum hugsanlega síðan bara í drafti á næsta beinakafla. Við erum að koma í gegnum hraðar beygjur núna sem að leiða inn á mjög langa beinakafla eftir smástund. Hann er 0.8, hann þarf að vera innan við 0.75 ef hann þarf að nýta sér hann. Eva er að fara inn í pit núna með ekkert bensín eftir. Já, hún náttúrulega pittaði undan út af tjóninu, auðvitað, ég gleyma því. Það geti alveg passað að þeir ættu cirka 2 hringi eftir, en ákvaða muna miklu á bensíninu hjá Kára og Davíð, sko. Já, núna fer Eva væntanlega á medium blöðrur. Já. Keyrir þær út kennina. Það getur verið áhugavert. Sjáum hvað gerist. Nær hún því á 43 mínútum að keyra í tank. Ég bara er ekki klár á því, sko. Ég held það. Ég held Þetta- að geti það. En hún er komin á medium og nú er bara að vinna sig upp. Það er allir fyrir framan hana eftir að fara í pit aftur. Þannig að bilið er mikið núna en það mun klárlega að vera minna því að hún getur sko fram að því að allir aðrir fara í pit sem er undanlegin og þá getur hún verið að vinna svolítið mikið tíma. Þannig að hugsanlega er hún í verri stöðu þegar koma út pit en hugsanlega er hún komið fram fyrir einhverja. Já. Þetta lítur Hún fer að mjög vera út fyrir spennandi aftur. Davíð núna, sko. Hann er að setja hérna fjólubláan sektor og hann er í kjölsöðinu hjá honum Kára. Hann er með léttari bíl og hann er með meira grip. Og Mjög vel út. miðað við hvað Davíð er að ná að fara betur með dekkin hjá sér, þá er það mjög gott fyrir hann þegar að þeir fara á medium stintið. Já. Það Við sem erum að að fara að hann horfa fram úr restu bara núna held ég. Já, ég held það. Það er bara kjölsóks aðstöðu á löngum beinum kafla. Hann gæti hugsanlega verið komið fram úr honum áður en þeir þurfa að taka beina inn. Sjáum hvað gerist. Kári er reyndar, hefur sýnt það að hann hefur aðeins meira endarhraða, en þeir eru alveg hérna, það er 0-1 á milli. Ekki alveg nóg. Tóldi 13 hringir tankurinn, segir Ragnar. Já, það stemmir alveg. Ef þetta verið 10 hringir þá var þetta 35 mínútur. Þannig að já, þetta 2 hringir eru 7 mínútur. Þannig að já, þetta geta alveg passað. Það verður áhugavert. Þetta er allavega frá því að vera svona búin að vera smá lokk í keppninni. Þetta er alltaf að lifna við aftur. Það er komin hörkubaráttu inn í fyrsta sætið í Davíð er Porsche-beyjunum. ennþá á fjólubláum sektor. Hann þarf að fara inn fljótlega, hann tekur kannski 1 hring í viðbót, tankurinn er kominn á rautt. Spurning hvort að fari núna. Nei, hann tekur áfram, 1 hring í viðbót. Kári á alveg 2 hringi í viðbót henni, ef ekki 3. Já, spurning hvort hann reynir undercuttið. Algjörlega, það sýnist mér vera þar að gerast. Það er spurning hvort að Kári ákveða að fara inn á sama tíma til að halda forskotinu, basically. Það er pínu risk fyrir hann að halda áfram. Jóna er á leiðinni í pit að fara á seinna hard stintið hjá sér. Geggjum barátta hérna hjá Davíð og Kára. Sjáum hérna komin að langa beinakaflan. 0,2 fyrir aftan í kjölsauði. Þetta lítur svolítið út fyrir að sjá, hann er það munar svolítið þessi smá endarhraða munur sem að Kári hefur í lok 7. gírs. Það er að gera Davíð svolítið erfitt að fara fram úr, jafnvel þótt að sé í kjölsauði. Já. Ef að Kári væri fyrir aftan Davíð, sko, þá væri þetta auðveldara fyrir hann. En hvað gerist núna? Komin upp að hliðina á honum. Á innri línu í næstu beygju. Kári er örlítið á undan. Og hvað? Vel gert. Það er að halda þessu. Þarna var það bara endaraðing sem að hafði allt að segja, sko. Algjörlega. Þeir voru orðin nánast jafnir, en rétt áður við koma að beyginu, þá
náði Kári að búa til smábíl og bremsa síðar allt sem hann þurfti. En hann er ekki hættur á Davíð. Það reynir aftur hérna. Já, já, vel gert. Vel gert. Ús. Nú ágætt að það var 16 í gangi þegar mann keyra svona í gegnum hann landan. Því annars En væri ég það Kári ekki að taka þetta aftur eða? Jú, hann er alveg eins og segir. Hann er núna langur beinkabli og næg draft í boði. Samina, hann var kannski full fljótur að fara úr drafturinn. Nei, hann er komið fram úr. Þeir eru alveg með 14 sekundur í Hannes. Þessi glæsilega baráttu sem við erum að horfa hér. Já, Eva er komin fram úr Jóna hér. Nei, Já, Jóna er hann búinn að fara var í pitt. Já, Hann fór í pittinn. Nei, En heyrðu, núna- Hannes er komin út af. Nei, sæll, hann tapar hann. Spurning hvort að Eva verði komið fram úr honum þegar hann fer í pittinn. En það eru flest allir að fara að renna á seinni pitstoppi sitt núna. Davíð verður að fara inn, það er bara þannig. Kári gæti tekið hringi viðbót, en hann tekur líka áhættu með því að láta Davíð underkötta sig með því að halda áfram. En hann alltaf veit ekkert hvort að Davíð er að fara inn eða ekki, þannig að sjáu þetta hérna! Oss! Það verður að hægja á sér, já, bara Báðir inn. báðir inn. Hann las þetta rétt, hann Kári, skellti sér inn líka, hann hefði getað kreist út hugsanlega hringi viðbót. Varla, Kári með 7% eftir en Davíð með 2%. Já. Þau þurfti ekki reyna, það var báðir að fara inn. Þannig að Þetta Kári, hefði varla dugað. Kári græðir samt það á því að hann tekur styttra pitstop. Já, það munar 5 lítrum. Hannes komin inn líka. Það er áhugavert að sjá hvar Eva stendur þegar að Hannes kemur út, en Eva er á 4 tíma núna og mjög líklegt að hún setji hraðasta hring, myndi ég segja. Kári er að taka bensín núna. Fylgjast með hvað hann verður þegar hann kemur út. Nú hefst loka baráttan, medium slagurinn, 36 eða 7 sekundur, mínútur eftir, segi ég. Nú fer þetta að skýrast. Kári tók 98% og Davíð núna tók 97%. Já, Eva er að Ég koma bara- hérna. Hún tekur þriðja sætið af Hannes. Hannes Vel gert. síns með, eða hvað? það lítur út fyrir það. Hann gerði náttúrulega mistök hann Hannes, Jú. en hann er rétt fyrir aftan Evu. Það er rétt fyrir aftan, sko. 2 sekundur. Núna fara hérna Skeiri, Diego og Jón Valdimar sem pitt. Og Eva er 17 sekundum fyrir aftan Kára, þannig að hún er svolítið að berjast bara þriðja sæti við Hannes eins og staðan er, og baráttan toppinn er Kári og Davíð. Núna fer að styttast í að við fáum að sjá hver tekur mitt stöff veskið. Já, eins og staðan er að Jóna sem hefur vinninginn í höndum sér með hraðasta hring, en nú koma allir út á medium dekkjum og þá gæti hugsanlega einhver bætt tímann, ekkert örugt, en Evu tókst það ekki. Hún var í 12 tíma síðast því sá hana, en hún kláraði hringinn á þess að bæta tímann, þannig að þetta er fínn tími hjá Jónai, 3:22.3. Þetta er fyrir race pace er þetta mjög góð tími. Hannes 2:2 fyrir aftan Evu. Og það er barátta að myndast á milli Diego og Jón Valdimars 7. sætið. Það er svona kannski það helsta sem er áhugavert í augnablikinu. Já, núna er hins vegar Diego á harddekkjum og Jón Valdimars er á mediumdekkjum og Skeiri er líka á harddekkjum. Þannig að þetta er Jón Valdimars í bil, þessi barátta. Já. Hann getur hugsanlega að fara að pressa og Skeira allir verulega á þessu hring. Það er búið að auka spilið í annað sætið á toppnum alveg í rúma 1,5 sekundu, þannig að það er ágætt að fá smá baráttu hérna 7. og 7. sætið. Hann er að
reynir fram úr, hann er kominn í Kjölsög. Kjöllir sér hérna auðvitaðverðu. Stríkur sér aðeins í hann hana líka. Allt saklaust, ekkert alvarlegt. Það er bara beginu betur vegna Já, gripsins sem hann hefur, sko. Og Diego er kominn í skottu að skera núna með Kjölsög, þannig að er slagur á milli liðsfélagana í Karvel. Sjáum við The Punisher og Deadpool lið við lið. Nákvæmlega. Hvað er gerast? Skeirir fyrir aftan Jón Valdimars. Nær beinu, vel gert. Diego snýr og er komið vélaskemmd. Einhver aðeins og græður hana og Ásgeir í Kjölsögi að reyna fram á rastur hérna, kominn í hliðina á Jón Valdimars. Jón Valdimars sýnist mér hanga á þessu. Já. Hann kíkar hérna Ásgeir. Báðir klúðra sér pínu þarna, hann hefur greinilega snert hann smá og gefið eftir. En núna er hins vegar Jón Valdimars kominn á kafla sem að það sem að medium-dekkin er að fara að hafa yfir hundina. Það er mikill beygjarkafli framundan. Já, það er ekki ólíklegt. Hannes er að minnka bíl í efu, það er komið í undir 2 sekundur, 1,8 og það er aðeins að minnka bíl á tóknum, 1,3. En baráttan stendur sem hörðust 7. sætið. Jæja, þú sér það, hann er að auka bíli núna. Já, hann er bara að stinga hann af núna, sko. En samt, alveg ekki það mikið að ef að Skeir er með hraðir í bíl og hvað endarhraða að gera, þá getur hann eitthvað náðu, sko. Sjáum hvað bíli, hvort það aukist þeim í síðustu 2 beygjónum. Þau voru náttúrulega að koma úr miklum high down-skapla. Sérðu, hálf sekúnda, bara síðustu chikanein. Það er munurinn á gúmmíinu. Já. Báðið með nýtt gúmmí, annar er með medium og hinn með hart. Þetta lítur vel út hjá Jón Valdimars svona. Kominn fram úr og ekki að þurfa að hafa neinar áhyggjur í öðruvíkinu. Diego kominn í pitt að laga bílinn og Kári leiðir með 1,6 og er að setja hraðasta ring, er að bæta tímanum 0,7 þegar hann er hálfnaður á brautinni. Þannig að það þykir ekki ólíklegt að hraðasti ringur sé að fara að færast á milli manna. Það kemur í ljós. Illu er hérna í spjallinu og óskar Ragnari til hamingju með titilinn í TR3 og er að skemmta sér konunglega að fylgjast með baráttunni á toppnum. Það er alltaf gaman þegar fólki líkar við útsendingarnar. Já, þeir eru búin að vera núna, Kári og Davíð, í 1,5 tíma að keyra það við í kringum 1 til 3 sekúndur frá hverjum öðrum. Svo jafnt er þetta og Kári er hérna að bæta hraðasta hring, komin í 0,8 hraðari heldur en nú er henni tími. Spurning hvort hann ná að klára hringinn og bæta. Nei, og svo Davíð Rúnar tekur strax af honum hraðasta hring. Já, hann er að sækja greinilega 1,4. Davíð Rúnar er rétthafi kortaveskisins frá Midstop sem verður veitt fyrir hraðasta hringinn í þessari keppni eins og staðan er. En það er hálftími eftir og bílarnir verða léttari með hverjum hring. Aftur búið að auka spilið frá Hannes í efu 2,5 og fátum slægi annars staðar á brautinni. Já,
Eva er ekki alveg ná að komast upp í toppáráttuna aftur og ekki Hannes heldur. Það var mjög óvinnulegt að sjá þau tvö hérna í 3. og 4. en ekki í 1. og 2. Já, það verður að segjast. Þetta er öðruvísi, þetta er tilbreyting. Gaman að sjá fleiri berjast. Hannes kom með 30 sekúndna refsingu. Jóna er með 4,4. Skeiri með 2,2. Kári með 0,6 og Davíð með 1,7. Þetta er alveg smá slagur mestu refsinguna líka. Það ætti náttúrulega að vera í hlutverki Ásgeirs að sækja þau verðlaun. Being the Punisher. Já, Ásgeir Deadpool, það er Diego sem er Punisher. Já, ég meina það þá. Næst maður. Þetta geti orðið spennandi síðustu hringir hérna. Davíð þarf bara að passa að Vili fari ekki of langt á milli svo hann geti sett smá orku í að sækja á síðustu hringjum. Því að hann er eins og áður nefndir þú hér rétt á hann að eyða bæði bensíni hraðar og dekki minni. Já. Kári hins vegar á fjólubláum sektor hálfa sekundu. En þeir ættu nú samt að vera svipaðar á gassinu sko, þeir að taka bensín með við hvað er langt eftir að keppninni, þannig að þeir hljóta að vera mjög svipaðar á því sko, en enga síður, hann er að vera betur með dekkin og er í ágætri stöðu ef hann lætur bilið ekki í aukast. Þannig að halda fókus bara og ekki gefa Kára færaði að sleppa meðan hann er að halda sig nálægt eins og hann er núna, þá heldur hann pressinu á Kára. Það er alveg magnað að sjá hvað bíllinn hans Kára er settur upp fyrir hámarkshraða og meðan að bíllinn hans Davíðs er settur upp fyrir grip í beygju. Því að Davíð nær ekki einu sinni Kára í kjölsoginu en Kári nær bara ekkert að halda yfir Davíð í beginum sko. Davíð er alltaf að minnka bilið hálfa til 1 sekúndu í beginum. Já, meðal þegar þeir eru að keyra jafn, þá er það sjálfum sér pínu erfiðara upp á framúrakstur að gera. Já, alltaf sem braut. Já, algjörlega, því að ef Davíð fer fram þá er auðveldara fyrir hann að fara fram úr aftur Kára því að hann er með beinukáplana. Þú tekur ekki fram úr í hröðu beigunum. Bara ef þú ert fyrir aftan í hröðu beigun. Þannig að þetta er erfitt, en þetta er hægt. Bilið er komið í 1,3. Þeir eru búin að skiptast á því að leiða. Þannig að þetta er allt opið, 25 mínútur eftir. Björn var ég nú til í að væri ég nú til í að það reis væri búið ef ég væri að keppa. Það var alveg meiri en nóg í gær að vera að keyra 1,5 tíma sko. 1 tíma er æðislegt. Ég hef mjög gaman af svona löngum kappakstri eins og í Þorláksmótorröðinni sem er keyrð samhliða þessari mótorröð hjá GTS Iceland. Þar erum við með Þorláksmótorröð lágarsins sem eru 2 tíma keppnir og það er bara keppt í einni deild, ekki tier 1 eða tier 2 og það er alveg stórkostlegt. Þar eru mitt bara líka einstaklingskeppni og ekki liðakeppni eða eitthvað svoleiðis. Þeir eru að keyra hérna á rosalega góðum tímum, strákarnir í 1. og 2. seti. Þeir eru báðir að gæla við að bæta hraðasta hring og eru að keyra stöðugt núna síðustu 2 hringi í 1.21 svona rúmlega midd svona 1.21.68 á Davíð Rúnari og 1.26
og 21.8 segi ég hjá honum Kára líka. Það svissast bara. Hringur 27 hjá Kára er 1.21.6 og hringur 28 hringur 27 1.21.6 og hringur 26 1.21.8 en hjá Davíð er öfugt. Hringur 26 1.21.6 og hringur 27 er 1.21.8 þannig að það er voða svipað hjá þeim eitthvað. Það eru báðir að keyra mjög hratt og mjög konsistent. Klárlega. Davíð núna með fjólubláan sektor á beygjukulunum sem að er sterka hliðin hans. Já, hérna, bætaði tímann. Kári setur hraðastaring og Davíð bakkar aftur upp. Þetta er bara nákvæmlega eins og í síðasta. Það bakkar hann líka upp sko 0,008 sekundur. Vá. 1.21.5.93 er nýjasta viðmiðunin. En Eva var náttúrulega með 1.20 í qualifying eða ekki? Jú. Það var í qualifying. Það er yfirleitt aðeins hægari í keppninni. Já, hún er líka núna komin með sko, já, hún er ekki að taka svona eins góða hringi eins og Kári og Davíð er búin að vera að gera sko. Nei, hún er búin að eiga bæði 23 og 24 á síðustu þeim hringjum þannig að hún hefur verið að gera einhver mistök og fyrir vikið er Hannes að nálgast hann aftur aðeins, það er 2,5 sekúnda. Hún gæti náttúrulega verið að keyra þetta á hérna, á einhverju fuelmappi til þess að ná að láta bensinni duga. Við sáum það að hún þurfti að keyra 45 mínútur á einu tank og hún er búin með 22,5 af því og er á akkurat hálfu tank. Þannig að miðað við það þá er hún að fara að keyra í gegnum markið á bensíngufunum á seinasta hring. Þetta er bara eins og að horfa á skák að fylgjast með fyrstu tveimur sætunum. Þetta er löng barátta og hæg og svona rokkar pínu fram og tilbaka. Og þetta skýrist væntanlega ekki fyrir en bara á loka hringjunum. Hvað gerist því að hún var þetta ekki nema hálfa sekúndu í viðbót honum Davíð Rúnar, þá er hann kominn í Kjölsóks hægri, er rétt rúma það. Hvernig maður segir það. Það gæti alveg verið að fara að gerast núna vegna að eftir þennan kafla þá eru komnir á kaflan sem er sterkur kaflinn hans. Það var samt alveg auka bilið töluvert en Kári núna, komið í 1,6 og er á fjólubláum. Hvernig hvort þetta aðeins ekki bara líka á fjólubláum. Það var nú flott að við tækjum 3 hringi í röð þar sem Kári myndi sitja hraðasta hring og Davíð myndi bæta það. Eins og póker bara, hann býður þennan tíma og hann bara hækkar hann. Núna komum við bara fylgist með millibílstímanum hérna inn á byrgjöluna, það bara hrynur niður hérna. Já, það er rétt. Kom 3 ár. 1. Bara góðu exiti. En Davíð Rúnar er ennþá að fara betur með dekkin, þannig að Já, og Hannes er kominn í 1,5 fyrir aftan Evu. Sturdi að hann fara að pressa hana. Það er álíka mikið bíl á milli Hannes og Evu og Kára og Davíðs. Jóna er einu að halda alveg þokkalega vel í þetta svona miðað við hann er á hardekkinum. Já.
allavega nægt svigrúm í Jón Valdimar sem er fyrir aftan sig, hann er með 50 sekúndur á hann, en skortir Gunnlaugsson og hvort að ná Hannesi. Hann er nokkuð öruggur í 5. sæti eins og þess. En það lítur út fyrir að síðustu 20 mínútur verði barátta milli Evu og Hannesar í 3. sætið og Kára á Davís í 1. sætið. Vel út fyrir Kára. Eva hafði hins vegar að fara áhyggjur á Hannes, svona kannski fylgjast með þeim tveim hérna. Það er komið í 1 sekúndu beinni og það er að líka hratt. Eva er búin að taka 2 hringi núna á metrum sem eru 3:24 og meðan Hannes er að keyra sekúndu hraðar á síðasta hring. Ég held að Eva sé komin á fjólmann, sko. Já, hvað heldur spjallið? Komið með kenningar og farið nú að kasta á okkur hugmyndum ökumann dagsins. Það eru 18 mínútur eftir, þannig að það er ágætt að fara að setja þá umræðu í loftið. 30 hringir búnir. Hvernig er staðan á spámönnum? Er einhver Nostradamus þarna úti sem er með topp 3 rétt? Sjá, skrolla þarna aðeins upp í tjattið og sjá hvort að það er nú bara ein spá. Það er bara Perri, hann segir Eva, Hannes og Diego og þessi spá. Það lítur ekki vel út. Nei. Það lítur ekki vel út fyrir Tarra, hann er stengið Nostradamus. Þetta skiptið? Ekki þetta skiptið, nei. Nei, það eru kannski ekki margir sem hefðu hitt á þessa spá. Nei, að báðir Supernova-ökumenn myndu vera fyrir neðan annarsætið. En þetta er alls ekkert vitlaus spá af því að Kári er nú 3-faldur meistari og Davíð er búinn að sýna að hann getur unnið keppni. Hann vann einmitt á Suzuka þar sem þau keyrðu á formúlubílum. Þannig að hröðu bílarnir er að fara vel í Davíðrúnar. Róbert segir að Driver of the Day fer á Kára eða Davíð eftir hvor tekur þetta, ef þeir taka þetta. Já, þetta er mjög logical svar myndi ég segja. Já, ég er eiginlega bara sammála. Ég verð að taka undir þetta, sko. Ég fylgist rosalega, mjög hrifinn af því hvað Davíð er búinn að standa sig vel hérna, en til þess að hann á að taka Driver of the Day í mínum bókum og þá þarf hann að, nei, nú fyrir Eva í pit. Eva er komin í pit, já. Já, til þess að hann taki Driver of the Day í mínum bókum þá þarf hann að ná fram úr Kára að mínum mati. Hann hafi skemmt dekki sín eitthvað, spottaði eða nóga bensín eftir og það er alveg nóga dekkjunum eftir. Já, það er engin skemmt á bílunum eða neitt, sko. Og það er ekki eins og hann eigi medium dekkin eftir til þess að geta sett hraðasta hring. Já, það hefur eitthvað verið að böggana aksturinn á þessum dekkjum og þar af leiðandi ákvað hann að fara í pit og klára þetta. Hún á alveg bensín eftir og hefði hugsanlega getað, Hún ég veit ekki. fyllir samt tankinn. Já, ok. Nei, heyrðu. Hún er farin. Hún var farin. Það er ekkert annað. Hún er ekki að fara að taka þriðja sæti. Nei. Og það er hitt í Frakklandi og þekkjartími keppni. Korter eftir, Eva dottin út. Ég ætlaði nú að segja áður en að þetta kom okkur hér á óvart að Guffi hefði verið kandidats í Driver of the Day ef hann hefði ekki dottið út. Hann var að gera mjög skemmtilega hluti. Það er alveg rétt. En eins og staðan er þá er þetta Kári og Davíð sem eru að stjórna þessari keppni. Þeir eru með næstu því hálfa mínútu í Hannes sem er í 3. sæti og eftir klukkutíma og 45 mínútur þá er ekki nema sekúnd á milli þeirra sem er svona svipað og þeir voru á fyrsta hring.
Hvað við því? Það var að frábær akstur hjá þeim og bara Það geggjað, sko, ef geggjað. maður gæti þá myndi ég gefa þeim báðum driver of the day sko. Já. Þeir eru báðir verðskuldaðir að þeim verðlaunum. En þar sem að það er ekki hægt að þá ætla ég bara að taka undir með Róberti og setja driver of the day á þann sem að vinnur þetta einvígi hérna. Hann segir líka, hann Tarri hérna, driver of the day, sá sem að fyrir gegnum allan keppnina á þess að fá penalty. Ég verð nú bara að viðurkenna að ég efast að sé einhver hérna sem er ekki mun að fá penalty. Ég ætla að segja það væri mjög góð leið til þess að gefa engum driver of the day. En ef einhver veit einhvern sem er ekki fengið penalty, endilega látið vita hver það er. Hann sá ökumaður á skilið shoutout. Já, það kemur í ljós í lokin líka. Það kemur rauði punktur við hliðina á nöfnunum í öllum sem fengu penalty. Nú fyrir þetta skýrast. Við erum að tala 34 hringi eftir og það er 0,6 á milli þeirra. Davíð er kominn í stöðu til að fara að reyna framúrakstur. Þetta er raun og veru búið að vera að byggjast upp að þessu núna. En núna hefur hann ekki advantageið á bensín, þar sem að það munar rosalega litlu á bensíni á þeim núna, sko. Ekki næstum eins miklu og var að gera í seinasta hardsteintinu, sko. Forskott Davíðs liggur í dekkjunum á þessari stundu. Hann er með töluvert betri gúmi undir bílnum hjá sér. Og sjáðu hérna. Svo fyrir við líka að passa það, sko, hann er núna komið með 1,8 sekúndur í penalty. Já. Kári er ekki með neitt penalty. Nei, því það, ef hann fer fram úr, þá þarf hann að minnka þessa sekt eða ná að búa til bil á milli sem er meira heldur en sektin. Já, það er ekkert svo auðvitað að gera það. Nei, það er nefnilega þannig. Sjáðu hérna, hann er í kjöraðstöðu núna í Kjölshaughi, 0,2 rúmar á eftir Kára. Sjáum hérna, skýtur hann sér út. Nei. Hann heldur ró sinni, ákveður að halda pressunni, en verður ekki með neinn örvendingar, fullar tilraunir. Hann veit það líka að ef hann tekur fram núna þá fara hann að halda Kára fyrir aftan sig í 3 hringi í viðbót að minnsta kosti og minnka penaltíð. Já, það er ekkert auðvelt að minnka penaltíð þegar þú ert með einhvern fyrir aftan. Það er actually auðveldara í þeirri stöðu sem hann er núna fyrir aftan einhvern. Já. Til dæmis í beygju sem að þeir beygja inn og byrja að bremsa í næstu beygju. Ef að þú gírar niður og rétt snerti bremsuna áður en þú byrjar að beygja inn, þá getur þú telja niður strax og þú getur náð rúmri í hálfri sekúndu í þeirri beygju á þess að taka tíma niður á sektina að þú gerir það rétt. Já, það er rétt. En í svona baráttu eins og núna þá eru menn ekkert að gefa eftir, þannig að sektin er ekkert að minnka. Guffi er kominn hérna í spjallið. Hann segir Kári driver of the day í toppformi. Lárlega, ég get alveg tekið undir það. Nefnum að Davíð færi fram úr honum og klára þetta. Það verður bara mjög erfitt fyrir Davíð að taka þetta þegar hann er með þessa refsing á sig, sko. Sérstaklega ef hann ætlar að fara að bæta í refsingarnar, sko. Já. Ég er aðeins búinn að minnka hálfa sekúndu. Þetta ætti ekki að vera vandamál ef hann bara bætir ekki í þessa sekt. Hann ætti alveg að ná henni á hverjum hringum í sinni. Hún ætti að minnka allavega svona hálfa sekúndu á hring sjálfkrafa. Og í þeirri stöðu sem hann er í fyrir aftan Kára þá verður hann ekki alltaf að bremsa eins seint og hann mögulega getur. Þannig að hann ætti að geta nýtt sér það til að taka sektina niður á þess að tapa tíma, en hann er ekki að gera það eins og staðan er. En hann er í raun og 0,4 fyrir aftan Kára. Þetta er rosalegt. Það er bara, við erum að renna hérna á síðustu hringina. Við erum búið með 33 hringi og klukkutíma og 50 mínútur. Hvað segirðu? Það er 10 mínútur eftir. Það
Það eru 3 hringir eftir. Sjáu hérna, Kári gerir smá mistök og hann er betra exiti, hann Davíð Rúnar. Ef ekki núna, hvenær? Nei. Tekum á þessu. Hann hefur ekki endarhraðan á bílnum hjá sér til þess að taka fram úr án þess að vera með draftið, sko. Ívar Eyþórs er mættur hérna í spjallið og tekur undir með mér að það væri eiginlega best að geta gefið Kára og Davíð þetta báðum dragur þessu degi. En hann verður að ákveða hvorum hann vil gefa stigið á endanum. Sjáum hérna, komin upp að hliðina Kára. Kári tekur innri línu og ver komandi inn í chicane. Ekki þessi beigja heitir en Kári nær að verja þetta. Sjá hvað eru nála okkur með öðrum. Trading Paint, sjá hérna, nú er hann í kjörstöðu. Alveg, það hlýtur að gerast eitthvað núna. Og sekundu eftir að refsingurinn sinni. Matthías Sveinbjörnsson segir að þetta er farið að minna á seinustu helgi. Það er alveg svolítið svoleiðis. Einn hringur til að ákveða þetta. Hér er hart barist, 8 mínútur eftir. En sjáu hvað Kári er búinn að vera að pusha núna. Sjáu hvað dekkina sér orðin slitinn. Já, hann er í mun verri dekkjamálum. Hann er töluvert verri í dekkjamálum. Þetta verður erfitt fyrir hann. Davíð er búinn að gera þetta mjög strategískt og fagmannlega. Hann hefur alls ekkert verið að stressa sig á því að pressa, hefur bara leyft því að gerast rólega og það er verið. Davíð reynir hérna inn í línuna. Smá kontakt. Davíð er komið fram úr. Já, skal segja ykkur það. En Kári blikar ljósunum hérna. Hann gefur stöðuna, hann gefur þetta tilbaka. Hann vissi það, hann fór svolítið þarna utan í Kára og ítt honum svolítið vítt. Vel gert. Maður. En pressan heldur áfram. Kári er núna bara í, það verður ekki mikið meiri pressa heldur en er akkurat núna. 2-3 hringir eftir max. 2 hringir myndi ég segja kannski. Já, og refsingin hjá Davíð er komin inn í 0,1 þannig að hann er bara búinn með þessa refsingu. Þetta verður eins og formúlan, 1 hringur eftir og bara vinnur tek sér á hann. Það er nákvæmlega þannig, við erum að detta inn í næst seinasta hringinn. Væri hugsanlega, það er 6,5 eftir, þeir eru 3:20 að fara hringinn. Ekkert að gera þannig staðar. Þannig að við höldum bara áfram að fylgjast með efstu 2. Þetta er bara hörkubarátta, það er ekki vit í neinu öðru en að fylgjast með þessu. Slippum við hérna. En núna þegar að sektin dettur af Davíð Rúnar, þá má hann ekkert vera svona nálægt á þess að íta í Kára, sko. Það er náttúrulega, ef það verður sekt þá ghostast bíllinn stundum, þannig að það geta verið hálfpartinn inn í hverjum öðrum, og þetta hljómið nú ljótara heldur en ég er að meina það. Sjá þetta hérna, 0-1. Þetta er rosaleg barátta og sektin er farin sem þetta. Kemur hérna. Það er einu inn í línu hérna. Hann hefur hann ekki án þess að vera með draftið. Getur ekki tekið dragreif sem móti Kára, sko. Þetta er mikið sem maður þarf að hafa fyrir þessu. Það er náttúrulega, ef að Kárin er að klára þetta með hann í skottinu, þá náttúrulega er hann fullkomlega verðskuldaður á þessum 3.000 verðlaunum, því að hann er búinn að vera undir búinn. Já, hann er búinn að vera undir pressu í að verða 2 tíma. Sjáu þetta er alveg yndislegt. Við erum að horfa hérna alveg glæsilegan kapastur. Og hann er ekki ennþá búinn, 4,5 mínútur eftir.
Hvorugur með penalty. It's on! Sjáum hérna. Öss. Það er alveg beautiful að sjá. Svona viljum við hafa þetta. Það reynir þetta. Já, já! Og... Æ! Tæpir báðir að þau snúa bílnum. Rétt sleppur, en Kári er búinn að missa fram úr. Davíð er kominn í fyrsta. Kári fyrir fram úr aftur. Þetta er beautiful, sko. Ég er ekki með töl á því hvað eru búin að svissa oft, sko. Það væri gaman að vita það í lok keppni. Lík barátta, 3,5 eftir. Það er basically... Það veldur á því hvað... Þetta verður mjög tæpt á því hvort það séu 2 eða... Nei, þetta verður alltaf bara 1 hringur eftir. Það er bara 1 hringur eftir, sko. Það Já, er... alveg rétt. Tíminn er bara að renna út og eða bara rétt eftir fyrir línuna. Rétt áður þeir komið í mark, þá verður tíminn út tunnelinn á næsta hring. Það er ekki hægt að skrifa þetta betur. Þetta er komin inn á seinasta hringinn. Það er 0,2 á milli fyrsta og annars sætis. Það er engin önnur barátta á brautinni. Það er engin refsing á milli þeirra. Davíð er með miklu betri dekk. Og pressan í botni. Og hann er með léttari bíl. En hann hefur bara ekki enda hraðan til að taka hann á beinu köflunum. Þetta er rosalegt. Þvílík pressa sem að Kári er undir núna. Sjáum hérna að koma inn á beinakafla eftir smá stund. En dýraði þetta skiptið. Hann er sko 0,05 fyrir aftan hann. En það þýðir líka að hann þarf að fara úr draftinu aðeins og snemma. Það þyrfti að hafa smá meiri buffer til að geta unnið upp hraða áður en hann skýtur sér út. En þetta er svona eins og þegar maður er í bíl og lest út á þjóðvegi og þarf að taka fram á allir. Þú getur ekki gert það út í skottinu á síðasta bílnum, þú þarf bara að sjá gappið og koma á ferðinu, sko. Það er þetta erfitt að plana þetta þegar þú ert í kjölsói í svona keppni, en enga síður, þú mátt ekki vera alveg á nálægt ef þú ætlar að nýta þetta rétt. Og eins og staðan er með Kári á hraðari bíl, þá er mjög erfitt fyrir Davíð að tímasetja þetta. Hún er búin að takast þetta einu sinni held ég í keppninni, en búin að reyna, ég veit ekki hvað oft. Þannig að misti Davíð svolítið. Og hann fær refsingu. Hvað erum við að tala um? 0,5, það sleppur. Hann ætti að geta losað það af léttilega ef hann er meðvitaður það í... Það eru 2 beygjur sem koma til greina. 3 í raun og veru sem hann getur skafið af þessu. Það er hérna. Fór voða lítið. 0,4. Kári farin að sigsaka. Hann veit að þetta er seinasta tækifærið. Ef hann nær ekki fram úr á þessum kafla hann Davíð, að þá er þetta búið hjá honum. Já, ég veit það, og þetta er beygjan sem hann þarf til að skafa sættinu á sér og það bara gengur ekki eins og staðan er. Bitu. Hann tók hann inn í línuna. Ég held að hann hefði aðeins snert og þetta gefa eftir. Snýttist það ekki sjór. Refsingin er allavega farin. Refsingin er farin. En bilið er komið upp í 0,6. Vá. 24 sekúndur eftir. Þau verða ekki komnir í mark þegar það er búið, þannig að þetta er ekki líkindum. Okkar allra síðasti hringur. Þetta er samt mjög tæft. 10 sekúndur. 0,4. Nei, þetta er síðasti hringur. Þeir fá refsingu þarna, held ég báðir. Kári fekk refsingu! Ekki Davíð Rúnar! Eða hvað? Nei, Davíð fekk ekki refsingu. Kári er enda með refsingu. Er hann fara að tapa þessu refsingu? Trúi þess ekki! Oh my god! Wow! Á seinustu beinu! Oh my god! Wow, þvílíkur sigur. Davíð Rúnar tekur sigurinn hérna á refsingu á Kára í einum af seinustu beginum á brautinni. Dýrmætustu mistök Kára
sennilega frá upphafi þessi eina Því litla líkur refsing. slagur. Ég á ekki orð. Horfum hérna á Hannes koma í mark í 3. sæti, hálfri mínútu á eftir fyrstu 2. Jónægir kemur í 4. sæti. Vá, þetta var svakalegur endir, maður. Þetta flækir pínu hérna rökin fyrir Driver of the Day, sko. Já, ég get Davíð ennþá, sko. Það var alveg ekki að. Ég meina, hann pressaði. Jú, Davíð Rúnar, þú ert örskuldaður. Kári út Hann náði að pressa Kára í mistök hérna. Kári er búinn að taka þetta alveg nánast flekklaust, lítið refsingar og svo bara á einni beygju var ómikil pressa og dekkinu voru nóg slitið og Kári fer vítt og fær refsingu. Þetta var rosalegur endir. Rosalegur. Jónægir 4., Jón Valdimars 5. á leiðinni í mark. Eva og Guffi kláruðu ekki keppni. Ásgeir er í 7. og Þorsteinn 7. Gunnlaugur er 8. og 2 sekúndum fyrir aftan hann er hann Ævar Valur Diego. Þannig að þetta helst að öllum líkindum óbreytt. Þá er allir komið í mark. Vá, því keppni, Daniel. Jón Valdimars í mark. Hérna kemur Skeiri driftandi inn á lokakaflan. Í mark í 7. sæti. Þorsteinn í 7. sæti. Ég finn mikla samúð með honum Kára núna, senda honum hérna stuðningskveðjur. Þetta var glæsilegur akstur hjá þér. Það voru dýrkeypt mistök og sama með því Davíð Rúnar, því líkur akstur hjá okkur 2 í dag. Uppi bendir mitt á það að Davíð fór víðar í þessari beygju en fekk ekki penalty. En það getur verið að Davíð hafi slegið eitthvað eins af. Þá getur maður sloppið í penaltyið þarna. Tótt sé á línunni núna bara. Það er spurning. Kæra og rulebooks, þetta er bara eins og formúlan, ræðst á síðusta ring og penaltís og allt spilar inn í. Gunnlaugur komin í markið og Diego klára penaltíð sitt og fara í mark hérna í 9. sæti. Valdimar kemur hérna í spjallið og segir ég hef búin að segja að slakka á refsingum, það eru ósengjarnar. Þetta var geggjað reis, þetta er bara, ég ætla ekki að fara ofan í þetta er bara besta reis sem ég hef fengið heiðurinn að lýsa hérna fyrir GTS Iceland hingað til. Svakalegur endir, sko. Vílík veisla. Það bara er að fara út og fá ferskt loft eftir þetta, sko. Þvílíkur slagur, en já, svona fór þetta reis, óskum Davíð Rúnari innilega til hamingju með 1. sætið og Driver of the Day og Kára með 2. sætið eftir að hafa haldið Davíð fyrir aftan sig allan þennan tíma á svona rosalega slitnu dekkjum, þá náði hann ekki alveg, ef hann hefði sloppið við þetta eina penalty þá hefði hann tekið 1. sætið. En svona er þetta og sjálfsög óskum við Hannesi til hamingju með 3. sætið. Supernova heldur áfram á pódium. Rosalegt. En já, ég þakka ykkur bara kærlega fyrir áhorfið. Maður verður að aðeins að jafna sig á þessu. En útsendingunni er lokið, keppninni er lokið, Davíð Rúnar sigurvegari, Kári í 2. sæti og Hannes í 3. sæti. Ég þakka bara fyrir að sitja með mér hérna, Ingi, í þessa 2,5 tíma. Það var bara heiður, Driver of the Day, Davíð og Fastest Lap held ég líka, ef ég mann rétt. Til hamingju. Það er ekki alveg öruggt hjá mér. Ég þarf að double-checka það, ég þori ekki að fara með það. Það var svo spennandi. Við getum bara að fara í Race Results hérna, og sé hver er Fastest Lap. Jú, hann er Davíð Rúnar, Fastest Laps, þannig að hann er bara... Til hamingju, þú getur farið á mitt stöf. Hann fær kassa af Nokko og veski frá mitt stöf. Algjörlega, farið og velduði típu á mittstöf.is, Davíð Rúnar, til hamingju. Vá!
Herru, Verið og sæl takk fyrir og bara á við þessu ári. Sjáumst aftur á næsta ári þegar tímabili heldur áfram og nýtt tímabil byrjar í tier 2 og tier 3 og allir sem hafa áhuga á þessu og eru að horfa, farið á Facebook og finniði GTS Iceland umræðuhóp, joiniði og komiði bara og keppið með okkur á næsta ári. En þangað til. Bye. gleðileg jól og Já, farsælt gleðileg nýtt jól. ár.